Góða kvöldið áhorfendur, góðir og velkomin á IA TV á þennan stórviðburð. Langt síðan síðast, Örn Arnarsson heiti ég, með mér í lýsingunni hérna frá þessum leik IA og Derby County í UEFA Youth League. Björn Þór, velkomin. Sæll og blessaður. Þetta, já, maður getur ekki annað en iðað í skinninu yfir þessu. Nei, þetta mjög skemmtilegt. Þetta er náttúrulega, ég held að séu sjaldan sem félagsliðið að spila stóra leiki í nóvember á Íslandi og þetta er einstakt fyrir það. Já. Það er bara gaman að sé þetta framleikja fótboltasumar aðeins fyrir okkur skagamenn og ég fagna þessu leik og vonandi sjáum við bara sem flesta áhorfendur í stúkunni þótt það sé kalt og napurt. Það er fallegt veður. Bara klæða sig vel og koma, annars bara njóta hérna sko. Já, hér á Víkingsvelli, við erum að sjálfsögðu ekki á heimavelli hérna og en þetta er leikur í UEFA Youth League og þetta er önnur umferð og IA sigraði Levadia frá Tallinn í síðustu umferð og við sýndum Ég ætla bara að segja, fyrsta sinn sem íslenskt lið kemst áfram í þessu keppni. Og við vorum með beina útsendingu frá fyrri leiknum sem var upp á Akranesi og við skulum kíkja eldsnögt á hvað bar það þar fyrir augum. Já, þetta var sannarlega góður sigur og virkilega skemmtilegu dagur, ekki síst fyrir okkur, en seinni leikurinn var nú kannski, enn sögulegri og við vorum með mann á staðnum, Ísak Máni Sævarsson, kominn hérna til okkar. Heldur betur. Þetta var mögnuð ferð þarna til Tallinn. Þetta var æðislegt, langt ferðalag, en já, bara geggjað að vera vitni að þessu sko. Já, þessi leikur, maður hélt einmitt að þetta væri svona, þetta hefði verið toppurinn, vinna heimaleikinn 4-0 en síðan
ég man ekki hvað var staðan, orðið 4-0 eftir 7 mínútur eða eitthvað álíka þarna úti. Skora á fyrstu mínútu, ekki? Jú. Og lokatölu 12-1, mér var svona rosalegu munur á þessum liðum? Sko, við einhvern veginn skoruðum bara úr öllu. Það var ekki færi, held ég, í leiknum ábyggilega sem við skoruðum ekki úr. Þannig að við vorum að nýta allt. En maður ætlaði að styðja þetta, maður ætlaði að öskra öll mörk, sko. En eftir 3-4 mörk var þetta orðið svona pínu niðurlæging, þannig að maður var svona pínu hljóður í stúkunni, sko. En hvernig var að taka þátt í þessu og ferðast með liðinu? Hvernig var stemmingin í hópnum? Stemmingin í hópnum var bara geggjuð, sko. Sá það líka bara að við fórum á æfinguna daginn fyrir leik. Maður sá það var bara hiti í æfingunni, sko. Þannig að ég held að það hafi svolítið lýst stemmingun í hópnum. En nú kannski öllu erfiðara verkefni framundan hérna í dag. Derby County, þetta eru atvinnumenn í fótboltanum og örugglega talsveit mikið sterkara lið heldur en Leviati. Kannski, hvað myndir þú halda að við eigum eftir að sjá hérna í dag? Sko, ég held að það veri mjög fysikal leikur. Þetta náttúrulega klárlega miklu sterkara lið. Tallinnliðið myndi ábyggilega ekki plúma sig í A-deild Eurolog á Íslandi, sko. Það veri bara svona allt í lagi B-deildarlið, sko. En þetta derbylið, svo sem veit ekkert mikið það nema það eru bara flotti leikmennana sem maður heyrt 1-2, sko. Þannig að ég held að við séum að búast við mjög sterku derbyliði. Já, þetta líka Englandsmeistarar og þú verður ekkert Englandsmeistari í hérna þessu. Þetta svona, já, sterkasta deild í heimi. Algjörlega. Já, það mitt sko kannski fyrir það sem ekki vita. Við erum nú búin að svo sem það búið að vera rannsaka þetta lið. Þeir náttúrulega unnu Arsenal í úrslitaleik síðasta vor, ekki rétt? Jú. Þannig að það eitt og sér segir nú kannski meira en mörg orð. Algjörlega, þeir eru með mannarn inn á sem skoraði 2-3 mörk í þeim leik, sko. Já, Morgan Whittaker. Já, passar. Já, skoraði hann ekki 5 í síðasta leik eða áleika, eða í þessari viðureign á móti hérna... Skoraði 4. Hann skoraði 4 af þessum 9 mörkum sem að Derby skoraði á móti Minsk. Unnu þá samtals 9-2. Þannig að þar alveg augljóslega maður til að fylgjast með. Við förum nú yfir liðin hérna á eftir. En Ísak, útileikur í Englandi eftir 3 vikur, ertu að fara líka þangað? Mér langar að segja já, en ferilega eftir hvernig þessi leikur fer. Ef við drullum á bak, þá held ég fara ekki. En ef þetta svona jafn leikur, kannski tapa með 1-2 mörkum, þá held ég sé klárlega að fara. Akkurat. Ég spilaði á Alvellinu. Já. Já, á Breitbar. Já, við vonandi verður hérna staðan eftir kvöldi í kvöld þannig að þú sjáir tilgang með að fara og þá vonandi fáum við að fylgjast með eins og við gerðum síðast. Algjörlega. Ég ætla að spyrja það einu, hérna var ekki stærsti sigur í viðureign í þessari keppni frá upphafi? Jú, þetta var stærsti sigur frá upphafi, já. Já, bæði samanlagt og í einum stökum leik. Já, skamenn, þeir eru að setja metinn. Já, skrá sér spjöld söguna. Já, akkurat. En Ísak, takk kærlega fyrir, vonum að þú haldir upp í stuðinni í stúkunni. Algjörlega, fyrir með trómarnar út. Akkurat, og bara góða skemmtun, Ísak. Takk fyrir mig, takk. Já, Björn Þór, það hérna, ég náði aðeins tala af Sigurði Jónssoni hérna áðan til þess að svona aðeins að forvitnast hvernig skagamenn ætluðu að leggja upp þennan leik, hvort þeir ætluðu að gera einhverja svona pínu breytingar svona í ljósi þess að þetta lið sem þeir að fara að spila við gríðarlega sterkt, en það virtist ekki vera að hann ætlaði sér það, eða þeir ætlaði sér það, þeir ætluðu bara að fara og spila sinn leik. Hvernig líst þér á það? Mér líst bara ágætlega á það út að Skaginn hefur engu að tapa fyrir Englandsmeisturum í þessari deild, sko, þannig að það er allt eins bara að reyna. Akkurat. Það ekkert víst að það sé að maður ætlar að liggja eitthvað á móti svona liði endilega að það sé eitthvað vænlegra, sko. Þannig að ég mér líst bara ágætlega að þeir eru allavega að reyni hérna í byrjun og sjáu hvað þeir geta og sjáu hvað þeir hafa í þessa leikmenn. Maður veit ekkert hvernig það er. Þetta er náttúrulega stigsmunur á úlingaliði og aðaliði og einhverjir vantarlega hérna gengnur upp eftir síðasta tíma. Eins og ég segi, maður veit svo lítið þetta lið þannig að þetta verður bara spennandi að sjá hvað ég gera. Akkurat, þannig að það kannski orðið bara tímabært að við kíkjum á leikmannahópana, byrjunarliðin.
Hjá Skagamönnum í markinu Aron Bjarki Kristjánsson númer 1 og aðri leikmennir númer 2 Jón Gísli Eyland Gíslason númer 3 Mikael Hrafn Helgason gerir ráð fyrir að þeir séu bakverðir Óskar Vasilevski númer 5 númer 7 Brynjar Snær Pálsson 8 Ólafur Karel Eiríksson númer 9 Gísli Laxdal Unnarsson númer 10 Sigurður Hrannar Þorsteinsson númer 23 Benjamin Mehic 25 Eyþór Aron Völer og Marteinn Theodórsson númer 26 gerum ráð fyrir þarna þetta nú nánast bara sama lið og spilaði gegn Levadia, Jón Gísli og Mikael í bakvarðarstöðunum væntanlega, Óskar og Benjamin í miðvörðunum, Ólafur Karel Brynjar Snær inn á miðunni. Brynjar Snær algjörlega frábær í þessum fyrir leik. Algjörlega. Og Gísli Laxdal og Marteinn gerum ráð fyrir þeim út á köntunum og síðan Eyþóri og Sigurður Hrannari frammi. En þá að skoða þetta Derby County lið í markinu Bradley Foster Þenninga númer 1, númer 2 Cornell McDonald, númer 3 Jordan Brown, númer 4 Liam Thompson, númer 5 fyrirliðinn Callum Minkley, númer 6 Eiran Kashin, númer 7 Festi Ebosele, númer 8 Morgan Whittaker sem við myndumst á áðan, hann búinn að skora 4 mörk í þessari keppni. Já, og búinn að virðist vera besti leikmaður liðsins og spilaði 2 undir 19 ára landsleiki fyrir England í september síðastliðnum. Kom inn á í framrúðubikarnum fyrir Derby í ágúst. Akkurat. Og þannig að þetta klárlega leikmaður sem geti orðið eitthvað. Já, og á þessu tímabili einnig hann líka búinn að spila 5 leiki í U23 ára liði Derby sem í Premier League þar. Hann nefnilega ekki í undir 18 ára liðin lengur held ég. Ég held að síðast út af þetta undir 19 ára keppni að hann fær að vera en í raun og veru komin inn í varaliðið. En í þessum 5 leikjum hann búinn að skora 4 mörk. Ágætt að halda því til haga. Númer 9 síðan Jack Stratton, númer 10 Louis Sibley og númer 11 Archibald Brown. Þeir eru einhverjir fleiri þarna sem að hafa spilað. Sibley einnig búinn að spila leiki fyrir undir 19 ára lið Englands og kom inn á í þessum leik. Já, Louis Sibley búinn að spila einmitt líka 6 leiki með U23 ára liðinu núna á þessu tímabili eins. Jordan Brown, hann er hérna númer 3. Jordan Brown, hann búinn að leika 10 leiki með U23 ára og síðan erum við með ég meina og síðan í þessum leikmannahópi þeirra eru fleiri strákar sem hafa verið í hóp hjá aðaliðinu. Og Stratton hann hefur skorað eins og óður maður sá ég í undanförnum leikjum fyrir þetta 18 ára lið. Ég held að hann bara búinn að skora bara 23 mörk bara í síðustu leikjum sko. Já. Og þeir hafa ekki farið eins vel að stað líklega og þeir vonuðu eftir að vera Englandsmeistarar. Þeir byrjuðu þetta tímabil illa í U18 ára deildinni en hafa verið að vinna síðustu leiki þannig að þeir eru á rönni eins og staðan núna og það ekki gott fyrir okkur. Nei, akkurat og það spurning hvort við erum með varamennina líka að fá það upp á skjáinn. Marvin Darri Steinarsson varamarkmaður hjá Skaganum, númer 17 Júlíus Emil Baldursson, númer 19 Elís Dofri Gylfason, númer 21 Aron Snær Ingansson, númer 22 Aron Snær Guðjónsson, númer 29 Finnbogi Laxdal Aðalgeirsson og númer 93 Ingi Þór Sigursson og Elínbergur Sveinsson þjálfari. Harry Hallvaks varamarkmaður hjá Derby, númer 13, númer 12 Jayden Charles, númer 14 Osasi Agatiste, númer 15 Tyree Wilson, hann hefur einnig verið í leikmannahópi aðaliðsins en ekki spilað, ekki á þessu tímabili allavega. Númer 16 Bartosz Cybulski, númer 17 Alexander Matthews og númer 18 Jack Rogers og Justin Walker þjálfari þeirra. Ég held að ég sé að fara með rétt mála allir af þessum leikmönnum eru englendingar nema 2. Það einn pólskur leikmaður og einn Íri. Já. Ebosele held ég að sé Íri. Það geti verið, ég þekki það ekki. Nei, en Sigur Jónsson ekki skráður þjálfari í þessum leik, hann er einmitt. Það er einn skráður þjálfari á leikskýrslu sem sagt væntanlega í þessari keppni. Hann er búinn að hann er komin í nýja stöð í raun og veru hjá IA eftir svona gerist bara nýlega hann er yfirmaður yngri flokka. Já. Og kannski þá verður hann kannski ekki allavega aðalþjálfari annar flokks á næsta ári en það er rosalega gott fyrir okkur Skagamenn að halda honum í klúbnum. Hann er búinn að gera frábæra hluti með annar flokk og
Já, ég meina að öðrum ólöstuðum alveg klárlega einn af allra bestu þjálfurum held ég Á Íslandi. Ég fullyri það og ég tala nú ekki að hafa svona mann í uppeldisstarfi náttúrulega bara því líkur fengur, algjörlega ómetanlegt. And maybe we should say something in English. Welcome if you're watching from the UK. Welcome to EA TV. My name is Oren and I have my good buddy Bjorn with me here. Sorry to say that we are going to be commentating in Icelandic, but we really hope that you enjoy the game and the broadcast, and the best of luck to you. Þá þetta afstaðið, þetta ekki bara svona sjálfsögkurteisi að við megum búast við áhorfendum frá Breitlandi? Ég held að það fyrst þessu liði. Derby. Já. Mikil athygli sem þeir fá og umfjöllun. Já, og við sáum það á heimasíðunni í dag að þessi leikur var mjög vel auglýstur og við auglýstir á síðunni þeirra, þannig að ég efast ekki að séu þó nokkrir stuðningsmenn Derby sem er að horfa. Akkurat, hér verið að leiða leikmenn inn á, ég veit ekki hvort við erum með skilti með dómarum leiksins. Þeir koma frá Sviss, Lionel Tjúti, Vítal Jópin og Mattias Sprissa, og Kristján Már Ólafsson fjórði dómari eða sennilega, hlýtur að vera fjórði dómari í svona leik. Já. Og hér heyrum við þetta fallega stef, og það nú bara ágætis hópur í stúkunni. Það nábyggilega kalt að sitja í stúkunni núna. Já, þetta bara ánægilegt að sjá að fólki gert sér ferð og hún sjáu fleiri bara, en þetta bara fín mæting. Algjörlega, það erfið umferðin inn í borgina í dag. Bæði í borginni og í borginni og inn í hana. En það er gaman að sjá að Skagamenn fylgja sínu liði og en þegar við vorum að fylgjast með uppbytunni hérna áðan að þá kannski vorum við einmitt að reyna að greina svona hvort það væri mikill munur á líkamlegum burðum og annað, en svona þegar maður sér það stilla sér svona upp að þá má nú kannski búast við því að derbyliðið sé svona hafi vinningin í líkamsburðum. Já, þetta eru líka sterkir á æfins og atvinnumenn. Já, sérstaklega þeir sem eru komnir í þetta U23 ára lið sem er í derby, þá ertu bara, og margir þarna örugglega bara að herri tekjum heldur við allavega. Já, alveg klárlega. Án þess að segja neitt sérstaklega launaskrið á Íslandi. Nei. Segja kannski meira launaþróun í fótboltanum, en menn eru að gera sig klára hérna og dómarinn þarf að kalla. Þetta er svolítið sérstakt, þeir ætla að fara að hita upp hérna leikmenn Derby. En dómarinn nefndi þessari vitleysu ekki og kallaði það bara til sín. Já, það er myndataka að sjálfsögðu. One game eða hvað sem það heitir. Já, það er kalt og menn eru kannski pínusmeykir við vöðvameiðsli og annað. Já, Justin Wolger þjálfari liðsins sagði mitt í viðtali við Derby heimasíðu þeirra í dag, hann sagði að það veri mjög kalt eins og við mátti búast. En ég held að þeir eru nú svo sem öllu vanir líka í Breitlandi. Já, kemur frá Breitlandi þá er þetta ekki framandi aðstæði fyrir þig, sko. Nei, akkurat. En það er spurning hvað ég gera hérna á kvöldi í Fossvoginu. Það er nú alltaf spurning það, sko. Nákvæmlega. Og kannski líka við hæfi að við þökkum Víkingum kærlega fyrir að bjóða okkur upp á þessa aðstöðu hérna. Já, það eru að koma sér upp hérna. Það er rosalega mjög fín fallegri aðstöðu. Og það er svona, ég ætla að leyfa mér að veðja á það að Derby County stilli upp í nokkuð típist enskt 4-4-2. Já, ég heldur allan að stilti upp í síðasta leik 4-3-3. 4-3-3, já. Það er spurning hvað ég ætla ekki að það var þannig síðasta leik, sá ég. Hér sigruðu eins og áður sagði Minsk í síðustu umferð. Já, þessi lið unnu sína leiki held ég samtal sko 27-3. Akkurat. Þannig að við megum búast mörkum í kvöld. Já, það er svona tölfræðilega ætti það að vera. Og vonandi skiptast þau jafnt. Og ég held að eins og vorum að ræða, ég heyrði eins og ég segi Sigga Jóns áðan og hann sagði við ætlum bara að spila okkar leik, við ætlum að pressa á það bara strax, láta á það reyna.
og ég held einmitt að þar kannski liggi helst möguleiki að því að við erum að tala líkamlega burði, þá má búast við því að þegar að líður á leikinn að þá komi þeir þættir kannski meira í ljós á úthaldið mögulega meira. Það er langt síðan að tímabili kláraðist í öðrum flokk. Þeir eru eiginlega ekki lengur í leikformi, sko. Nei, það er eiginlega hægt að segja það. Það eru bara þessi 2 Evrópuleiki, þeir eru spilað 2 leiki á síðustu 2 mánuðum. Já, akkurat, og þeir hafa ekki náttúrulega, það er frí alls staðar í fótbolta, þeir hafa ekki möguleika á að spila svona innihaldsríka æfingaleiki. En þetta er að vera klárt og það eru Skagamenn sem að hefja þennan leik. Sigurður Hrannar klár í slaginn, haldið ykkur nú fast. Kæru áhorfendur, Brynjar lúrar þessu strax fram og Skagamenn setja pressuna og það er sett á kassan fyrir Þenningar í markinu. Þeir stilla allavega upp í 4 manna vörn. Þenningar setur boltan niður og skilur hann síðan langt hérna út á hægri kant. Þar er Ebosele missir á honum. Mikael setur fína pressu á hann hérna. Kemur kastið, Ebosele skallar hann fram og það er Vítakir Tómsson pressaður hérna af Marteini. Þetta er Stretton nr. 9. Í markhæfni. Það kemur Vítakir, hörku pressaður neðan Skagamönnum. Þeir eru kvikir. Boltinn út á vinstri kantinn, ágætlega gert hjá Jóni Gísla. Kemur þessu frá. Og í innkast. En Óskar hérna afsent í Skagamönnum var líka í viðtali á fótbolta.net. Ég sá að það birtist í dag og hann var einmitt að tala að það var nú gaman fyrir þessa, hann er rangstæða dæmt, gaman fyrir þessa stráka eða fyrir bara Skagan að bara reyna sig við svona öflugt lið. Akkurat, og ég held að þetta sé bara líka spennandi bara hreinlega fyrir íslenskan fótbolta að máta sig á þennan hátt. Já, algjörlega, það er spennandi. Kemur langur bolti upp í hægra hornið en vel varist hann hjá Jordan Brown, setur hann út fyrir kastið, kemur inn á Óskar. Óskar undir pressu, losar hann út til vinstri á Martein sem að tekur hann með sér, leggstingur hann með inn fyrir. Þetta er aðeins svo innanlega fyrir Sigur Hrannar. Já, þarna hafði nú svona Martein ákveðis plás. Já. Hún er kannski mátt nýta aðeins. Þeir pressa hátt. Að reyna að spila en Skagamenn ætla að pressa á hátt Callum Mangli og boltinn út til hægri. Þeir vel spilað. Stretton út á Ebosele, hann verður að reyna að setja hann tilbaka, tekst ekki, þeir ná að loka á þetta Skagamenn. Óskar losar hann langt fram, það er skalla frá af Mingli, beint á Brynjar Snæ. Ólafur Karel reynir að finna Sigur Hrannar, tekst ekki. Liam Thompson með sendinguna tilbaka, boltinn best alla leið tilbaka á Foster Þenningar. Og hann ætlar sér að prinsa hérna upp vinstri kantinn með vinstri, tókst ekki. Nei. Gísli með innkastið. Finnur Sigurð, hann leggur hann á Brynjar Snæ. Brynjar hérna út til vinstri á Martein. Martein er á teiknur einu fyrirgjöfun og vinnur fyrstu hotspilluna fyrir Skagamenn. Já, Skaginn er bara þótt að sé nú ekki langt liða leikinn þá svona byrjar þetta þarna vel og eru ákveðnir eins og þeir ætluðu að gera. Akkurat, þeir eru líflegir hérna. Það er Gísli Laxdal sem að tekur hotspilluna. Og nú að tala að derbymenn væru sterkir í föstum leikadröðum. Hvað gera Skagamenn hérna? Boltinn inn á fjarstöngina en þetta er vandræðagangur. Já, Þenningar var í minnstu vandræði með að grípa þennan. En þetta bjargaðist hjá honum. Sjáum þetta hérna aftur. Já, þetta virðist nú vera einfaldur bolti fyrir hann að grípa en lendi smá basli með það. Kemur sendingin fram á Stretton en Benjamin velvakandi. Sjáum að Vítakir er svona nokkuð aftar heldur en Stretton. Stretton er þarna alveg fremsti maður, gríðarlega fljótur, við sjáum það hérna. Aron út úr markinu, hreinsar þetta út af. Já, vel gert. Velvakandi. En Vítakir svona lúrir hérna í hólunni fyrir aftanan. Og Archibald Brown út á vinstri, þetta er nú sennilega rétt hjá þér, 4-3-3 eitthvað.
Skagamenn falla allir tilbaka. Skiptir niður á McDonald. Hann út á Ebosele nær að komast fram hjá Mikael. Gísli eldir hann. Hann er komin inn á teiginn, sendir hann fyrir og þarna er dauða færi. Þetta var rosalegt færi. Archibald Brown rétt missir á honum hérna. Já, þarna losnaði vængmanninn. Sjáum þetta, það er þetta touch hérna sem að skapar þetta. Þetta má ekki miklu muna. Þarna þarf hann bara að reka löppina í þetta og kemur hann á blindu hliðina á Jóni Gísla. 5 mínútur liðnar. Og fyrsta færið, eða svona hálffærið komið. Aron með langan bolta. Gísli fleytir þessu áfram. Nei, fyrirgefið hann, Ólafur. Fleytir því áfram. Kemur Sibley upp í vinstra hornið á Archibald. Brown, sendingin fyrir en í fangið á Aroni. Jæja. Aron með langan bolta. Gísli lætur hann fara. McDonald gerir þetta vel, skýlir boltanum hann út fyrir. Kastaðist tilbaka og miðri vörðinu hann að Callum Ingli og Eiran Kashin. Thompson með langa bolta yfir til hægri. Mikael vel vakandi og Brynja líka. McDonald finnur Whittaker, fær hann aftur. Reynir sinna að lyfta honum hérna fram hjá Gísla, tekst ekki. Kemur aðeins lengra núna á Stratton. Óskar pressar stíft á hann. Stratton heldur boltanum, gerir þetta virkilega vel. Ebosele má ekki við margnum eins og einhver sagði, einhvern tíðan. Og innkast. Whittaker með frábæra snertingu hérna, finnur Stratton út til hægri á Ebosele. Hann gegn Mikael, kemst fram hjá honum upp að endamörkum, lyftur honum fyrir markið of langt. Þetta fellur fyrir Jordan Brown. Hann kemur með hann aftur inn á teiginn aðeins yfir Stratton. Já, þeir eru að gera sig líklega. Já, þeir eru það og þeir eru bara ansi hættulegir í sínum sóknum. Og Skagamenn taka þetta stutt. Benjamin síðan losar hann fram á við. Þetta er skalla frá af Callum Ingli og beint á Thompson sem að kemur hún síðan fram á við hérna. Sibley. Vel gert hjá Jóni Gísla og vinnur síðan innkast. Já, þetta er Benjamin aftur á Jón Gísla, hann tilbaka á Aron. Aron yfir á Óskar. Óskar pressaður. Langan bolta hérna, átt hérna Sigurður Hrannari, boltinn hátt í loft upp og rangstaða dæmd á Sigurður Hrannar. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem þessi lið mætast. Nei, það er rétt. Það eru komin 14 ár síðan derbymenn mættu á Akranes 2005 og spilu æfingarleik við IA sem fór, veistu hvernig það fór? Akkur finnst mér að það farið 1-1. Það fór 2-1 fyrir Skagan. 2-1 fyrir Skagan. Og sá sem skoraði bæði mörkin lýsti síðasta Evrópuleik hérna með okkur. Með þér, Andri Júlíusson. Það var svoleiðis. Skoraði bæði mörk Skagamanna í þeim leik. Já. Og ég er enda búinn að gleyma hver skoraði hérna Mark Derby, en Gísli lagt að vinna bolta, missir hann aftur. Já, þetta er skemmtileg söguleg staðreynd. Þarna er hættulegt. Hætta sig. Losar þetta fram, Ebosele vinnur skallan, sjáðu hraðan á Stratton og ekkert dæmt þarna. Þarna fór hann aðeins í baki á honum og það er alveg. Kemur McDonald, hann nálgast vítateiginn, heldur boltanum hérna. Þetta er hættulegt. Hérna er að losna á þeim. Brown, síðan er sendingin fyrir og dauði
Dauðafæri þarna hjá Louis Sibley. Það er ótrúlegt að hann hafi ekki sett hann þarna. Nei, og það er alveg bara ótrúlegt að þeir sé ekki búin að skora ennþá. Sjáum að Brown með listilega sendingu beint á kollina á honum. En infóboltinn ekki. Nei, þarna voru Skagamenn heppnir. En ég var eitthvað að skoða hvaða leikmenn voru. Ég fann ekki neitt svona uppstilt lið hjá Derby hérna í þessu 2005 leik. En hérna er aftur komnir Hendur Bósó. Já, Louis Sibley yfir á Ebosele. Ebosele tekur hann niður vel. Mikael lokar á hann. Tilbaka á McDonald. McDonald liftir þessu síðan hérna inn fyrir. Það er Whittaker. Snýr. Þetta er ansi velspílandi lið. Já. Og aftur nett sendinginn á teginn. En Stretton er ekki að skalla þetta á Samherja. En ég sá nú einhverja stórstjörnur sem voru í þessum hóp, ég veit ekki, hérna reyndar hinn góðsagnakenndi Lee Grant, þriði markmaður Manchester United, þegar var hérna í Derby. Góðsagnakenndi. Já. Það mun að þekki hann allir. Já, Ólafur Karel kemur þess á Martein, fær hann aftur. Þetta er erfitt fyrir Skagaliðið og það er Derby sem á þetta innkast. Þá spilaði tilbaka. Þetta er erfitt að ætla sér að pressa mjög hátt. Það er allan samt að greinilega ákveðnum augnablikum að láta vaða. Þurfa samt að vera skynsemir en að halda út í 90 mínútur. Marteinn reynir stungusendingu hérna upp í vinstra hornið á Gísla Laxdal. En McDonald nær að lesa það. Kemur honum á Ebosele og hleypur síðan utan á hann hérna. Frábær sending hérna frá Ebosele en Ólafur Karel hérna með lykil moment hérna. Gísli hleypur boltan bara út af. Misti boltan hérna frá sér. Já. Ekki gott touch hérna. En þetta er vel spilandi lið, þetta Derby County lið. Já, þetta er það. Að lofa við Englendinga, þeim þykir gaman í fótbolta og þeir kunna spila hann. Já. Brown með hávabolta upp í vinstra hornið. Jón Gísli vel vakandi hérna. Ólafur Karel nær ekki að koma þessu áleiðis. Þeir hafa lítinn tíma á boltanum Skagamenn. Já, klart mál. Og þetta kast ekki gott fyrir Jóni Gísla. Nei, og menn verða að passa sig að missa ekki boltan svona strax. Reyna að halda hann aðeins kannski. Sibley með snúning og sækir síðan að teignum en full þröngt hjá honum hérna. Ólafur Karel kemur út með boltan. Leggur hann tilbaka á Jón Gísla. Hann finnur Brynjar Snæ sem að leggur hann tilbaka á Óskar Vasilevski. Óskar missir hann og langt frá sér. Þetta var ekki góð ákvörðun. Whittaker kemur sér í skotstöðu og hann beint á Aron eiginlega en þetta var flögt á boltanum og Aron þurfti að slá hann út í teginn. Já, þetta var svolítið svona kæruleysislega gert hjá Óskari þarna að vera í hafsendastöðinu og geta losað sig við boltan en ákveða einhvern veginn að halda áfram og missa hann á hættulegum stað. Ég svona leyfi mér að ímynda mér að spennustigið, það er erfitt að stilla spennustigið af örugglega í svona leik. Já. Þannig að þú sér að touchin oft verða ekki eins nákvæm þegar spennan er of há sko. Frábærlega gert hérna. Thompson skiptir yfir á Kashin. En Derbymenn eru algjörlega svona að taka yfir hann leik og ég held að Skagamenn sé að falla dýpra en þeir ætluðu allan að við það sem við heyrðum fyrir leik. Whittaker sækir hérna miðjan teginn. Finnur Sibley sem fer í skotið og Aron slæðir hann yfir. Aron er ekki skemmt, þannig finnst hann hafa sennilega of mikið að gera svona snemma í leiknum. Sibley, einn af þessum úlingalandsliðsmönnum England sem er í þessu liði. Já. Frábært skot en vel varið hjá Aroni, vel staðsettur. Hornspyrnuna skal taka rétti megin. Það er Sibley og Thompson sem að virðast ætla að taka þetta stutt þegar Skagamenn eru tilbúinir að verjast því.
Skagamenn í svæðisdekningu eins og oft vill verða, kemur boltinn inn á teiginn, þetta er góð spyrna á fjárstöngina og það er Skagamaður, var það ekki, sem að skalla hann aftur? Nei, það var ekki Skagamaður. Já, þeir vilja róa þetta niður. Já, það væri gott ef Skagamenn geti haldið boltanum aðeins. Já, Óskar núna með bolta fram á Gísla, nær ekki að taka með sér þarna og Rangstad dæmt að auki. Já, þeir... Kassin út á Brown. Kassin aftur fær pressuna á sig, skýtur honum beint í Martin hérna og Skagamenn við það að vinna boltan hérna. Fóturinn hátt á loft hérna hjá Thompson en gerði þetta löglega. Kemur langur bolti frá Brown upp í vinstra hornið, Sibley nær að setja hann fyrir og þar er Ebosele að skora fyrsta markið. Já, það er svona eiginlega lásóldi í loftinu, þetta mark. Festi Ebosele. Það var ekki örugglega erfiðasta mark sem hann hefur þurft að skora. Nei, ég held ekki. Og henn er það Sibley sem er í þessu í að skapa þetta og það var lítið mál fyrir Ebosele að skora þetta mark. Sem er búinn að ansins brækur Mjög svo upphafið leiks. Markið á 16. mínútu. Já, núna bara að sjá hvernig Skagamenn. Já, það er bara þeir brotningi, sko. Nei. Verður að halda áfram. Það er karakter í þessu liði. Það var sýnt það í sumar. Óskar, sérðu pressan bara gríðarlega mikil hérna. Cornell McDonald kastar sér tilbaka á Minkley. Hann hefur á Kassin. Kemur hálfbolti, Óskar Vasilevski nær að skalla þetta úti vinstri og Gísli framlengir hann hérna í áttina Eyþóri. Eyþór gefur það ekkert, Sigurður. Gísli reynir sendingun einn fyrir á Eyþór sem var nú sennilega rangstæðar hérna. Já, sennilega. Þenningar gerir þetta vel út á Jordan Brown. Frábær snerting hjá honum. Kemur þessu á Brown. Þetta er ansi vel gert hérna. Missir aðeins boltan undir sig hérna. Ná Skagamenn að komast aftur fyrir boltan. Sibley fær hann og upp að endamörkum fer hann og Benjamin er að loka á fyrirgjöfuna en það er hornspyrna. Þetta gæti orðið langt kvöld fyrir Skagamenn. Já, það er alveg rétt hjá þér. Ég veit að verður svona, þá verður þetta svolítið erfitt allavega. Já, þakka er þetta stutt Sibley með fyrirgjöfuna. Brynjar hreinsaði þetta frá. Ebosele skiptir yfir á Minkley, hann út á McDonald. Það Whittaker leggur hann tilbaka. Að pressa Skagamenn. Gísli nær að taka niður og reynsa hann svo bara út af. Þetta er gríðarlega erfitt. Byrjar að byggja upp sókn. Þeir eru ofta ekkert að eyða mörgum sendingum hérna í öftustu línu. Finna leiðirna fram á við Sibley. Já, það eru fljótir að því. Fram í á einum, leggur hann svo tilbaka á Thompson. Hann skiptir síðan yfir á McDonald. Hann á Ebosele.
Whittaker. Já, vel lesið hérna hjá Mikaeli. Mikael, vantar stuðning. Sigurður Hrannar nær ekki að komast í þennan. McDonald, en Sigurður Hrannar vinnur hann aftur. Leggur hann tilbaka á Aron. Aron á Benjamin. Fær hann aftur. Aðeins að ná að halda boltanum frá gestunum. Já, og bara það mann sé ekki í þessum endalausum hlaupum hérna í kemur langur bolti í áttina Sigurður Hrannari. Kashin skallar frá Bento Thompson. Hann tilbaka á Kashin. Hann finnur Whittaker. Það eru ansi lungnir að finna lausvæði. Ebosele. Stuttspil, frábærlega gert. Ebosele á Stretton. Hann finnur ekki Whittaker eins og hann ætlaði sér. Og Gísli kemst út úr þessu. Reynir sendinguna á Eyþór. Nei. Tekst ekki. Brown. Finnur Whittaker. Hann finnur Stretton, fær hann aftur. Að koma sér í skoðstöðu. Benjamin að komast í boltan og hreinsa þetta frá. McDonald heldur honum inn á. Ebosele setur í fluggýrin, missir hann nóg langt frá sér. Ólafur Karel á Eyþór, hann finnur Sigurður Hrannar. En þegar þeir liggja allir svona langt tilbaka, þá sóknin langt að sækja. Það var líka svona svolítið ekki nóg gott. Já. Whittaker. Benjamin pressar hann frá markinu, frábær sending frá honum inn upp í hornið á Sibley sem hittir ekki boltan. En Skagamenn ná síðan að reynsa þetta frá en ekki langt. Vel gert hjá Jóni Gísla. Jón Gísli tekur á rás, lyftir honum hérna út til vinstri. Það Eyþór nær að snúa. Jæja, þá kannski hægt að byggja eitthvað upp hérna. Nei. Sendingin slög. Já, menn verða að fara að vanda sendingarnar, að vera að missa boltan alltaf þegar við erum komin í stuði. Það mun ekki virka á móti svona liði. Það drepur líka andan svolítið. Eyþór vinnur vel tilbaka, kemur á Brynjar. Þetta snýst líka bara að vera ekki hræddir við eitt eða neitt. Ekki vera hræddir við að vera með boltan, ekki vera hræddir við að senda boltan. Koma sér í alfa-zónið. Sigurður Hrannar, þetta ágætlega spilað hérna. Marteinn tilbaka á Jón. Hann á Ólaf Karel. Ólafur hefur pláss. Hann tilbaka á Benjamin. Benjamin lítur aftur yfir til hægri á Jón Gísla. Jón skiptir yfir til vinstri á Gísla Laxdal en McDonald gerir þetta vel. Gísli vildi nú fá þetta yngast, fékk ekki inn. Nei. En ágætis kafli hérna í svona 1,5 mínútu eða svo þar sem Skagamenn náðu að halda boltanum. Kemur boltinn upp í vinstra horni, Jón Gísli les það, kemur honum á Ólaf Karel. Ólafur tilbaka á Jón. Hann finnur Brynjar. Brynjar aftur á Jón Gísla. Jón finnur Ólaf Karel, þetta ágætlega gert. Það aðeins eins og sé að fá pínu meiri trú á sig, Skagamenn. Boltinn tilbaka á Foster Þenninger sem þarf að losa hann í fyrsta. Finnur Whittaker. Fer hérna full harkalega í Brynjar. Já. Aukaspyrna dæmt. Það var að gera sér mat úr því. Já. Brynjar Snær sem skoraði þetta magnaða mark úr beint úr hornspyrnu í fyrri leiknum að gegn Levadia. Magnaða mark. Já, algjörlega magnað. Mér var svo gaman að það var eins og hann vissi að þetta væri mark vegna þegar hann var búinn að spyrna þá lappaði hann bara aftur og baka aftur eins og hann gerir sér tilbúinn að fagna. Hér kemur spyrnan inn á fjarstönginu og það Eyþór sem að vinnur skallan en skallar þetta máttlaust framhjá. En fyrsta marktilraun Skagamanna. Já, þetta er hún. Já. Og vonandi fá að sjá fleiri hér á næstu mínútum. Finnst einhvern veginn pínlítið eins og að sé aðeins svona mesti skjálftinn kominn úr Skagamönnum. Þeir eru svona allavega örlítið öruggari á boltanum og
svona þessar síðustu mínútur. Ég hef ekki kynnt mér að Bjarki Steinn, hann má ekki spila út að hann er ekki búinn að vera nógu lengi á félaginu. Já, ég held að það hafi verið svoleiðis. Já, ok. Fín vörn þarna hjá Skagamönnum, Marteinn tilbaka Óla Karel. Þetta er ágætlega spilað, Marteinn á Brynjar yfir á Óskar. Þetta er miklu betra, Mikael fer á stað, en Óskar hætti við. Finnur hann í fætur, Mikael síðan upp í vinstra hornið, en McDonald lesi þetta virkilega vel. Fín pressa hérna á Gísla, bolti beint á Brynjar sem hann að halda honum. Eyþór tilbaka á Mikael. Þetta er skemmtilegra. Já, þetta er miklu betra. Meira svona, takk. Ólafur yfir á Jón Gísla. Jón Sigurður Hrannar býður sig, reynir að koma honum aftur á Jón, tekst ekki. Jón brýtur af sér, þetta er skynsamlega gert. Já. En Bjarki Steinn, hann hendi helviti skemmtilegt daginn. Hann vippaði sér bara til Svíþjóðar á reynslu og tók titil. Já. Skoraði í úrslit, leik sem tryggði Norrköping. Og fekk maðurinn ekki í samning, hvernig er þetta? Ég þekki það ekki, það er ekki ennþá allavega. En heldur skemmtilegt að geta mætt í einn leik og unnið titil. Já. Ég gerði þetta nú einu sinni með Leiknir B í utandeildinni á Austurlandi. Já, hver manni geti því. Akkurat. Já, það var fyrir tíma fótbolti.net sko. Já, Ebosele undir mikilli pressu, stendur hana af sér, heldur boltanum, hún heilla mig mjög, þessi strákur. Whittaker síðan með langan inn á teiginn, Jón Gísli ætlar sér að skíla honum og gerir það. Já, fína mínútur hjá Skagamönnum. 26 mínútur liðnar, staðan 1-0. Það var fest í Ebosele Írin Knái sem að skoraði það mark. Kemur langur bolti fram, Kasín missir af honum. Thompson, snaggarlegur strákur hérna aftastur á miðjunni. Kemur á McDonald lyftir honum fram í áttina Stretton. Óskar er með beitir öllum brögðum og kemst upp með það. Og Skagamenn eiga yngastið. Stretton virðist vera mjög líkamlega sterkur og menn þurfa alveg að hafa sig alla við. Kastið er beint á Eyþór Ebosele, vinnur á honum boltan. Ólafur Karel gerir þetta virkilega vel. Það ætla hann á kloppan hann, það er ekkert í boði. Brynjar lyftur þessu inn fyrir, Gísli Laxdal eldir, en þetta er aðeins svo vinnalega. Þannig að Foster Tenninger hirðir hann upp. Þá byrjar Derbymenn aftur að byggja upp hérna. Fara sér nú kannski heldur rólegar, heldur en þið gerðu hérna fyrstu 20. Kasín reynir sendinguna yfir á Ebosele, Mikael kemst inn á milli. Gísli, glæsilega gert hjá Gísla, finnur Mikael aftur. Mikael sér Eyþór hérna í hlaupinu. Þetta er frábært að spila hjá Skagamönnum. Sigurður Hrannar kominn upp í vinstra hornið. Vantar menn á teiginn, þeir eru að koma. Sigurður Hrannar tekur eitt step over, nær ekki að koma boltanum fyrir. Mikael gerir það hins vegar og það er Eyþór, hann nær ekki að koma þessu fyrir sig. Sigurður Hrannar pressar á Thompson sem hann nær að hreinsa þetta frá. Þetta var ágætis sókn. Ólafur Karel skallar þetta út til hægri á Jón Gísla sem er síðan tekið niður. Hann er bara klókt þarna þegar Jóni bara og er Archibald Brann að fara í bókina? Nei, sennilega fær hann tiltal. Síðasta aðvörun. Já, síðasta séns. Já. Skagamenn hérna við það að koma sér í færi. En Derbymenn verjast fimmlega, boltinn á Óskar Vasilevski, hann leggur hann tilbaka á Aron. Pressa ekki eins stíft hérna fremstu menn á Derby núna, eða hvað? Hefur ekki viljað bara þruma þessum inn í teig þessari aukaspyrnu? Aron lyftir þessu á Eyþór. Eyþór fellur hérna vel tilbaka, hann var svolítið stund að koma sér inn í leikinn. Mikael lyftir þessu fram kantinn á Gísla. Þessi bolt er inn á, Gísli kemst fram hjá einum og er hérna í baráttu. McDonald og fellur við en ekki dæmt. Nei. Ég veit ekki með þetta hvort þetta var eitthvað, en Óskar Benjamin kemur þessu hérna á Marteinn. Marteinn er að leita skotfærinu og það gerir hann. Og þarna er fyrsta bara svona álfuru markinu Skagamanna. Það var það sem ég hugsaði fyrst. Já, en Foster Tenninger vandanum vaxinn. Já, ég veit það ekki, kannski er rugla. Mér finnst þess að
Nei, þetta var, kannski ruglið mér, já, en en Skagamenn eru vaknaðir hérna á Víkingsvellinum. Og svona, það er spurning hvort að þetta, þeir svona minna á sig að þeir geti verið ógnandi og hvort að hvaða áhrif það hefur síðan á gestina. já. En það er alveg rétt að verið svona verið kannski skjálftið svolítið fari og þarna sáum við sérstaklega Gísla sem átti svona svolítið erfitt uppdráttar hérna í upphafi leiks. Já, sjáum hérna aftur skotið frá Martini, síðan á hann, ágætti skot, heldur honum vel niðri. Hvað segirðu? Þetta skjálftið sem kannski farin úr Skagamönnum að Gísli sem átti svona erfitt uppdráttar hérna í upphafi leiks kannski, hann átti þannan flotta sprett. Akkurat. Frábær barátta hérna, þeir Marteinn og Ólafur ná boltanum af Sibli í sameiningu, Brynjar Snær tilbaka á Óskar á Mikael. Þetta er ágætlega að spila núna, fáa snertingar, kemur hár bolti yfir til hægri en Brán skallar hann frá og aftur Archibald Brán hann stígur Jón Gísla út en gerir það löglega, Marteinn gerir þetta vel, finnur Brynjar Snær. Þetta er allt annað Skagalið heldur en var hérna fyrstu 20 mínúturnar. Benjamin með háan bolta, of háan fyrir Mikael. Þeir spila tilbaka. Það er öllu þolinmóðari. Spurning hvort að Skagamenn hafa líka, mér finnst eins og Ólafur Karel svona staðsetur sig oftar en ekki svona tiltölulega nálægt Sibley sem var svona mikið í boltanum hérna fyrir. Þetta er vel gert hjá Vittakeri, hann var Brynjar fullrólegur. Archibald Brán að komast hérna upp að vítategnum. Benjamin til varnar, hann fer í skotið en Aron gerir vel. Mikael fær boltan hérna frá Aroni, finnur Brynjar Snæ inn í miðurhringnum, hann er að snúa, skiptir yfir á Marteinn. Marteinn leggur af stað, Brán til varnar, Thompson með honum, finnur Brynjar Snæ aftur, Brynjar á Ólaf Karel. Hann á Jón Gísla, fær hann aftur. Ólafur. Þetta er flott sending. Eyþór sem að tekur hann á kassan og mér sýndist að vera Minkley sem að fjalla þarna við. Já. Og síðan liggur Eyþór eftir skottilunina. Það væri nú kannski rétt að fá að sjá þetta aftur. En frábærlega gert hjá Eyþóri hérna, algjörlega. Þessi snerting hérna. En síðan fer hann í skotið og já, Kassin fer í hann hérna eftir skotið. Eða í skotinu. Það kallaði til sjúkra. Já, það fer Skarphéðinn Magnússon, sjúkraþjálfari Skagamanna að stað. Menntaður tómstundafræðingur, sjúkraþjálfari liðsins. Já. Allra handa maður hjá IA. Og vonum að Eyþór sé nú ekki illa meiddur. Kannski er hann bara þyrstur eins og derbymenn. En ég hérna, svo nefnum þannan derbyleik 2005 aftur. Já. Það var nú skemmtilegur og líka fyrir margir sem halda með derby nefnilega á Íslandi. Já. Og hérna, það var svo svona grillaður tími. Hérna, ég held að hann heit Phil Brown sem var eitthvað búinn að aðstoða með hérna Big Sam hérna, sem var að þjálfa á þessum tíma 2005-2006 þá fallaði næstu úr hérna fyrstu deildinni í hérna Englandi ári eftir faraði upp. Já. Og þar afraukuður það að eiga versta tímabil sem nokkur lið hefur átt í ensku úrvalsdeildinni. Já. 11 stig. Unnu ekki leik í 32 leiki í röð held ég. Þeir unnu einn leik allt sísonið. Enduðu með 11 stig og þetta er met sem verður sennilega aldrei bætt. Nei. Það er sér skrítið að nota orðið bætt. Já, það er hérna, já. En það er mjög gott að þeir skilja okkur ekki núna, þeir sem eru erlendis að hlusta sem úthúða liðina. Já, já. Það er nema þeir séu með eitthvað svona automatískt svona textavél á YouTube. Ég veit ekki, maður er ekki að fylgjast það vel með tækninni. Nei. En Eyþór er kominn á fætur og býður leyfis að fá að koma inn á.
Já, hann komið með leyfið og hann hleypur nokkuð greitt. Mikael les þessa sendingu, kemur honum á Gísla, Gísli finnur innkastið. McDonald pressaði á hann hana. Það var kannski ekki gott að leikurinn stoppaði okkar vegna núna. Það var alveg skagamenn sem voru svona að... Slagt innkast hjá Mikael, Whittaker. Já, þeir náðu hérna að ráða ráðum sínum aðeins út til hliðarlínu á meðan að Eyþór lá. Brown. Takkur hann tilbaka á hinn Brown. Gerir ráð fyrir þessu ekki skildir. Ánægði með Volker þjálfara Derby, hann er bara skrifar og skrifar. Já, já. Líklega svona skúffuskáld. Kemur Sibley í skotið en Aron ver þetta virkilega vel og heldur þessu. Og Aron snöggur að kasta þessu á Brynjar. Brynjar finnur Eyþór sem er svona búinn að koma sér betur inn í leikinn og farið í hann hérna eftir sendinguna. Núna flýtur hann fyrir bókina, Já, það er fyrirliðinn Callum Minkley sem að fær gula spjaldið. Sjáum þetta kannski aftur hérna. Já, hérna er skotið frá Sibley. Þetta er hörku markvarsla hjá Aroni. Já, gott að halda þessu. Já, mjög svo. En eins og mér fannst Eyþór týndur hérna fyrsta korterið kannski. Ég veit ekki hvort að hann er fann að búinn að falla vel tilbaka og svona koma sér hreinlega bara inn í leikinn, vinna sér inn í leikinn. Hefur gert það vel og verið sprækur núna. Og Óskar með háan bolta hérna í áttina. Gísla Laxdal í baráttunni. McDonald, hver snerti þennan síðast? Það var Gísli sem vann skalleimið. Þess að safna í tölfræðina þar. Derbymenn spila tilbaka. Archibald Brown fær hann hérna, kemur honum á Sibley. Sigurður Hrannar pressar á hann og fellur við. Sibley gerir þetta virkilega vel. Nálgast hérna teginn, finnur Stretton. Síðan er einhver misskilningur hérna á milli Whittaker svo. Herðu nú mig. Whittaker, þetta er Archibald Brown sem að sækir hérna aukaspyrnu. Bara ansi. Það er einhver svona glannalega í Gísla. Já, aftur þeir að fá hérna samtal Archibald Brown og Gísli Laxdal sem eru búin að vera eigast við hérna. Gaman að fá að heyra. Já, heyrum við allir vilja honum. En þarna við sjáum þetta aftur. Við séum hérna þessi. Ég sé ekki hvert brotið er á Gísla, ég átta mig ekki á því en ég er ekki dæmi hann leik. Nei, hann féll við eftir þetta en það var nú hann sem að skóp þessa snertingu. Já, það var hann sem keyrði í Gísla þarna. Já, Jón Gísli kemur hérna út til hægri með boltan, reynir sendinguna upp í hornið á Martein. Þetta er aðeins ónákvæmt. Boltinn tilbaka á Þenninger sem að spilnar honum beint á kassan á Benjamin með slaka sendingu, beint á Whittaker. Þetta er akkurat það sem við vorum að tala um hérna áðan. Það er hættulegt að tapa boltanum. Óskar gerði þetta snemma í fyrirháleik líka og þetta er hígott. Gísli finnur Sigur Hrannar, hann er ekki að taka með sér hérna. Boltinn tilbaka á Þorsteinn Þenninger. Eyþór pressar á hann, kemur með langan bolta. Whittaker langt fyrir innan hérna og dæmdur rangstöður. Það er svona smá hít í mönnum. Já, maður sá það annað. Gæti trúa að derbymönnum sé pínu brugðið að skagamenn skuli vinna sig aftur inn í leikinn. Já, þeir komu náttúrulega frá borg sem er álíka stór, eða fjölmenn og Ísland. Íslendingar segja að maður er alltaf miðað við fjölda, sko. Já, kemur langur bolti upp í hornið á Sigur Hrannar sem er næri að misreiknar hann aðeins og Kassin næri að sjá við honum. Kemur honum á Brown. Brown síðan með langan bolta í áttina að Stretton sem að næra koma honum á Sibley. Sibley nálgast teginn, er på selið með honum hérna hægra megin. Frábær sending frá Sibley inn á Stretton. Algjörlega. Stórkostlegt mark hjá Derby County. Og þetta er í rauninni sárt fyrir skagamenn eftir að hafa náð að vinna sig vel inn í leikinn. Að fá svona mark. Einstaklingsgæði algjör. Sjáum þessa sendingu hjá Sibley hérna og afgreiðslan náttúrulega mjög góð líka hjá Stretton. Já,
hann búinn að vera heitur upp á síðkastið og heldur áfram við uppteknum hætti og þetta bara mjög góð góð tímasending á sendingunni og hlaupinu út af því að það mátti ekki miklu muna á rangstæða þarna. Nei, en bara ég bara eiginlega hálf orðlaus. Þetta önnur svona svipu sendingi sem við sjáum frá Sibley svona beint inn í gegnum vörnina með einhverju svona vippi. Það markið á 39. mínútu 2-0 fyrir gestina. En já, það hefði verið gott að halda þessu í 1-0 fyrir hálfleik til þess að það var svona auðveldara að mótivera sig að hreinlega ná einhver úr leiknum en það getur á móti svona sterku liði getur það kannski verið svolítið, það er nú 2-0 er engin heimsendur vanalega en Nei, það er alveg rétt en svo er bara fyrir menn með sjálfstraust og dæmt brot á Thompson. Nei, það var það Brown, já. En Skagamenn hafa nú séð það svartara meiri sé á þessu ári annar flokkurinn í sumar. Og Benjamin á Jón Gísla. Jón lítur yfir til hægri, sér Brynjar Snæ sem að kemur með hann í fyrsta og McDonald hreinsar þetta út af. Mikael tekur þá innkastið, Sigurður Hrannar tekur hlaupið upp í hornið. Hefur vinnans uppfallinn. Já. Taka það stutt núna á Sigurð, Mikael fær hann aftur einu sinna lyfta honum upp í hornið, hvort að Gísli var í rangstöðu þarna. En McDonald skýlir honum aftur fyrir. Mikael lyftir þessu út til hægri áttina Eboseli. Mikael vinnur hennan skallabolta, setur hann út fyrir. Eboseli snöggur að taka þetta, Stretton býður sig upp í hornið, Óskar er á undan, hann setur hann aftur fyrir og hotspinna sem að Derby County menn eiga. Já, það er eins gott að standa vaktina núna það er að við hefum allan ekki fáið okkur annað mark hérna fyrir hálfleik. Nei. Við höfum að hafa þetta halda þessu leik hérna. Algjörlega, nú liggur þeim svo sem ekki mikið á. Og það er Sibley. Það er nú búinn að sýna það, hann er spyrnumaður mjög góður, Thompson með honum. En þetta kemur inn á teginn, þetta er inn á næstöngina, Brynjar Snær skallar þetta beint fyrir. Já, þetta ekki gott skot. Nei, það var sem betur fer víðs fjarri en færið gott. Óskar losar þetta upp í vinstra horni, Gísli Laxdal eldir en þetta er of langt til vinstri og út af en ágætis hugmynd. Kemur McDonald með kastið, Eboseli er að fleyta honum áfram á Stretton, Óskar gerir vel. Eboseli kemur síðan í pressuna, boltinn tilbaka á Aron. Archibald Brown hann pressaði stíft á hann. Mingli skallar þetta fram á Stretton en Skagamenn ná síðan að komast inn í þetta. Boltanum lyft fram á við á Eyþór sem að lyftur honum áttina að Sigurði sem að fleytir honum inn fyrir. En Foster Þenning er vel vakandi og engin rángstæða dæmt þarna, mér fannst það nú vera að koma úr rángstöðunni. Þarna á Óskar ansi hættulega hreinsun sem endar inn í teig hjá Skagamönnum. Stretton nær að snúa og taka skotið en það er máttlaust beint á Aron. Við fáum eitt markina hjá Skagamönnum fyrir. Það væri rosalega fínt. Aron lyftir þessu fram á við og Sigurður Hrannar fer inn í Kashin hana. Réttur mínúta eftir fram að hálfleik. Boltinn út til hægri en Mikael lesir þetta vel. Gísli tekur hann niður, kemur honum fram á við.
heldur þessu inn á, Eyþór gerir þetta vel, kemur honum á Sigur Hrannar sem að komast inn upp í vinstra hornið. Sigur Hrannar, þeir falla nú vel tilbaka ná að verjast þessu og Whittaker kemur tilbaka og hjálpar og tekur boltan af Brynjari. Já, þetta vel gert en þessi sending ekki góð. Já, þarna nýtti Skagamenn ekki alveg nú vel. Nei. Á stöðu sem voru komin í. Þess og Sigurður reynilega bara trúði ekki hvað hann var í. Nei, þetta tók allan ansi langan tíma. Kastin inn á Eyþór og Ólaf. Ólafur með sendingu tilbaka á Benjamin, loka vel. Út á Jón Gísla, Jón Gísli lyftir þessu inn fyrir vörnina. Eyþór á Geysisbretti, 1 mínútu bætt við fyrir hálfleikinn. Og Foster Þenneger með boltan í fanginu. Tekur sér góðan tíma, þetta nú ríflegar 6 sekúndur. En það svo regla löngu dáin. Mikael lyftir þessu í áttina að vörninni. Þeir ná að koma þessu frá. Thompson snýr, horfir upp, sér Stretton upp í hægra horninu sem tekur hann á kassan, gerir þetta vel. Mikael til varnar, Stretton tilbaka á Ebosele ætlar sér að taka skærin hana. Tekst ekki betur en svo að Gísli Laxdal kemur boltan í innkast. McDonald finnur Ebosele. Vel gert hana síðan hjá Mikael. Og nú þessi mínúta hún liðin og flautað til hálfleiks. Staðan í leik ÍA frá Akranesi gegn Derby County 0-2 í hálfleik. Derby County menn byrjuðu leikinn mjög vel, skoruðu mark eftir að það var átt alveg fullt af góðum færum. Skagamenn náðu að vinna sinni í leikinn eftir svona 25 mínútur leik eða svo og átti fullu tré við á en fengu síðan á sig þetta annað mark svona nánast upp úr þurru. Já, þetta sko fyrsta markið var mjög verðskjöldað á Derby en mann fannst svona eins og Skagamenn væru svona að gera sér líklegri þegar leiði á seinni hálfleikinn og þetta var svolítið högg að fá þetta seinna mark í andliti. Ekki Sibley með bæði assistinn eða? Ég held það. Hann búinn að vera ansi sprækur. Já, algjörlega en það ennþá 45 mínútur eftir að þessum leik og svo 90 mínútur í viðbót út í Derby en við munum taka okkur hlé hérna líkt og leikmenn og dómarar og aðrir starfsmenn. Og koma aftur með síðara hálfleikinn eftir 15 mínútur. We'll be back in 15 minutes. Don't go far.
Já, velkomin aftur með okkur hérna á Víkingsvöllin á IA TV, Örn og Björn ennþá staddir hér og við ætlum að áður en að seinni hálfleikurinn hefst að rifja upp mörkin úr fyrri hálfleiknum. Sjáum við hérna fyrst, Sibley kemst upp að endamörkum og leggur hann út í tegin þar sem að Ebosele kemur og skorar mjög auðveldlega. Seinna markið var nú, já, okkur fannst það gegn gangi leiksins en þetta er sennilega bara allt of auðvelt. Sjáum langur bolti fram en þessi sending hérna er algjörlega dýrleg og Stretton klárar vel en spurningin er, áttu Skagamenn að fá víti í stöðunni 1-0? Við kannski erum búin að vera aðeins að reyna að rýna í þetta og við sjáum hérna McDonald fellur við og við það fellur Gísli líka. Skagamenn vildu fá víti en ekkert dæmt hins vegar og Nei, þetta er svona eins og ég sagði áðan líka ég var til að fá líka slow motion á þessu sko, hvort hann líka slengi hendinni þannig sko. Já. En ég veit ekki En því verður ekki breytt úr þessu menn búin að dundra í sig hambúrgurum hérna með við reikinn hérna hinum megin. Já, var verið að akkur vissi ég ekki að því Ég veit ekki, við erum ekki búin að éta neitt Nei. En leikmenn að koma hérna inn á varamenn búin að vera að hitta upp grimt í hálfleiknum. Já, við erum ekki alltaf að fara út af heldur. Nei, þetta er þeirra moment. Já. Og sýnist vera að Skagamenn sé að gera tilbúið fyrir skiptingu. Já. Er þetta ekki Aron? Aron Snær sýnist mér. Ingason. Jú, Aron Snær Ingason er að koma inn á fyrir Skagamenn. Spurningin er þá fyrir hvern? Er það ekki fyrir Martein, sýnist mér, eða gruna mig með við það að Gísli er ennþá inn á. Já, hérna kemur spjaldið upp. Aron Snær Ingason. Nei, Martein er ennþá, Martein er ekki. Það er fyrir Martein. Já. Theodorsson. Og verður nú sjálfsagt ekki Þetta er ekki mikil taktísk breyting. Vonum bara að Skagamenn hafi náð að fara vel yfir það sem að vel gekk í fyrri hálfleiknum og haldi því áfram í þeim síðari. Derby hins vegar með tögl og haldir. Já. Ef við skoðum bara stöðuna í leiknum. Öflugt lið. Mjög svo. Spennandi hlutir í gangi í Derby. Þeir eru náttúrulega komnir með Wayne Rooney. Já. Hann er mættið til að æfinga með þessi. Hann er bæði að fara að spila og þjálfa. Já, og miðað við það sem 100.000 pund á viku. Já, ekki? Ég held að vera að meina hvað hann var í þungur. Það fylgdi nú fréttina að hann hefði þurft að fara bara beint að æfa. Já, en enga sér, já, það eru stór fréttir. Það eru skammtar í Ameríku. Já, Wayne Rooney, en leikurinn kominn af stað. Og það eru derbymenn sem að hefja leikinn með löngum bolta hérna fram á við. Hér er Sibley. Brown fær hann frá honum. Skiptir aftur yfir til hægri á McDonald. Já, Ebosele, Mikael pressar vel á hann og kemur þessu í innkast. Nákvæmlega gert hjá Leikdager. Og Sibley reynir að þræða hann í gegn. Benjamin læst það, Mikael kemur í síðan frá, finnur Aron. Spurning hvort að þetta er vel gert. Gísli Laxdal við að sleppa hérna í gegn. Heldur boltanum, Kashin eldir hann, kemur boltanum fyrir og Skagamenn ennþá með hann. Jón Gísli kannski fullur orður. Þetta er bara hendi og ekkert annað. Þetta verður að fá að sjá aftur. Ég verður að segja það. Þetta er með ólíkindum ef að maður sér þetta ekki. Eða aðstofadómarinn. Já, sjáum þetta hérna, Jón Gísli tekur hann snöggt fyrir. Bara þetta gerist ekki. Beint í hendin á Kashin virðist vera og ótrúlegt að aðstofadómarinn sjáu þetta ekki. Sigurður Jónsson fórnar höndum. Já, við skila hann ágætlega. Já, Jón Gísli tilbaka, Ólaf Karel, Ólafur lyftir þessu síðan inn á teginn. Sigurður hann að reyna að taka hann á kassan, Kashin svona reiknar hann eitthvað en boltinn tilbaka á Foster Þenninger. Kemur langan beint á Óskar Vasilevski sem skilur hann tilbaka á Aron. Við Skagamann að þannig skipa Aron Bjarki í markinu, síðan í vörninni
Jón Gísli Eyland í hægri bakvörðunum, Benjamin Mehic og Óskar Vasilevski býðið með. Gísli Laxdal er hérna komin upp í hægra hornið. Og Aron Snær á fjárstönginni, Þenningar setur hann út í teiginn og það er Eyþór með skotið. Þeir skalla þetta frá. Skagamenn ennþá með boltan, skalla fyrir en beint í fangi á Þenningar. Skagamenn byrja þennan síðari hálfleik af miklum krafti. Sjáum þetta aftur hérna, ótrúlega hvað Gísli með mikið pláss hérna. Og Aron staðsetur sig frábælega þarna en Þenningar grípur vel inn í. Eyþór nær ekki kraft í skotið. Nei, það er leiðilegt. Þetta er kæruleysislega gert hjá derbymönnum. Já, Gísli kloppar hérna einn, fellur svo við. En Skagamenn halda boltanum, Jón Gísli kemur með boltan. Hannar er á auðum sjó. Og hann skallar hann víðsvegar framhjá. Sjáum þetta hér, ég held að hann hafi ekki gert sér grein fyrir hversu laus hann var þarna, hann er vel staðsettur, misreiknar boltan algjörlega. Já, þetta er ansi gott skallafæri, hann er bara að stýra honum á markið sko. Jón Gísli finnur Ólaf Karel, Ólafur út á Jón Gísli aftur, Jón skiptir yfir á Eyþór, frábær sending hjá honum, Eyþór tekur hann niður, leitar inn á völlin, reynir að finna mann en finnur bara Brown. Hann á Archibald Brown, hann reynir að finna möguleika, Gísli pressar á hann og vel gert hjá Jóni Gísla. Thompson heyrðir hann upp hins vegar, kemur hann á Whittaker. Whittaker á Sibley, frábær tækling hjá Jóni Gísla en Whittaker fær boltan til sín aftur og reynir að læða honum í gegn. En Aron Bjarki tekur hann upp. Það er líka eitt sem við okkur segja við hérna víti hérna áður með hendina. Þetta var svo laflaus bolti, svo auðvitað að sjá þetta sko. Það var eiginlega það versta, þetta var ekki einhver negla og hérna skoðst einhvert sko. Svo einhver mikil þvaga eða neitt. Nei. En svona er þetta, má ekki svekkja sig þessu endalaus. Skagamenn vilja fá víti en fá ekki. Það er spurning hvað gerist í þriðju tilraun ef að það kemur. Brown með langan bolta fram. Benjamin vinnur, skallaði við gegn 13. Óskar fer síðan í boltan, Sibley hefur betur. Sibley með Ebosele til hægri, finnur hann. Og hann kemur boltanum inn á teginn, beint í Óskar. Það er hættulegt. Og Brown með skotin, Aron vel staðsettur. Já, þetta er galopið hérna í upphafi síðan hálfleiks. Þetta er 4 mínútur. Ég sem ætlaði að fara að telja upp hverju væru inn á. En ég verði að bíða með það aðeins. Og það er Sibley sem fyrr sem að tekur spyrnuna, hóta nú jafnan stuttri spyrnu, tæma teginn af Skagamönnum, boltinn út í teginn og Whittaker beint í skotið. Já, þetta var nú áhugaverð útfærslega. Já. Þannig eru Skagamenn fljótir, kannski ofljótir. Já. Og Derbymmenn búin að vinna hann aftur, en Skagamenn vinna hann aftur, slök sending tilbaka hjá Ólafi. Mikael síðan með grimma tæklingu þarna á Stretton. En löglega. Já, það eru Jón Gísli og Mikael í bakvarðarstöðunum, Benjamin og Óskar Vasilevski í miðri vörninni, síðan Ólafur Karel og Brynjar Snær á miðri miðjunni, Gísli Laxdal og Eyþór Völler á köntunum. Síðan Sigurður Hrannar aðeins búinn að falla aftar og Aron Snær Ingason er orðinn fremsti maður, kom inn á í hálfleik í stað Marteins Theodórssonar. Hjá Derby er í markinu Foster Þenningar nr. 1, síðan eru þeir í vörninni McDonald, Jordan Brown, Callum Ingley og Eiran Kashin, á miðjunni Liam Thompson og Louis Sibley. Á köntunum Archibald Brown og Festi Ebosele og síðan er þeir frammi Jack Stretton og Jack Stretton er frammi en Morgan Whittaker fremstur á miðjunni. Þá koma Derbymenn, Brown leggur hann tilbaka á nafna sinn, Brown. Og Thompson kemur þess á McDonald, hann á Ebosele sýnir smá takta, stingur hann síðan allt og langt fyrir McDonald. Ef maður vill einhvern til þess að berja mann
von og trú hérna í svona leikið, þá er það Sigurður Jónsson held ég. Já. Hann á að geta hann á liðalínunni. Jón Gísli lyftir þessu upp í hægra hornið. Þetta er aukaspyrna ekki? Já, aukaspyrna dæmd þarna á Kashin. Nú stökk yfir Aron Snæ. Aron Snær búinn að vera svona minna á sig eftir að hann kom inn á. Já. Áttu góð innkomin í bikar úrslitaleikin líka í mann rétt. Algjörlega. Var nú einn af markaskorurum út í Tallinn einnig. Þú voru nú margir svo sem þar. Hann eitt skamaður sem spilaði með Derby. Þeir minnist hans með hlýjum hug, Derbymenn. Hver var það aftur? Hann spilaði sín 10 leiki í ensku úrslitinu með Derby. Það var Þórður Guðjónsson. Já, sjálfsögðu. Var það ekki einhver tenging? Hér kemur Brynjar Snær með aukaspyrnuna en þeir ná að hreinsa þetta frá og aukaspyrna dæmd á Skagamenn. Var það svipað leyti og Derbymenn komu hingað? Nei, það var náðins við. Það var 2001 eða eitthvað svo leiðis. Þannig að það var engin tenging. Hann fór á lánssamning. Við vorum hérna á svipuðum tíma bræðurnir í ensku úrvalsdeildinni. Þórður Guðjónsson og Jói Kalli. Fór til Aston Villa fyrst, lánssamning, Betis. Gísli stingur þessu inn fyrir ætlað Aron Snæ aðeins og innanlega. Spurning hvort það hefur verið kveikt á miðstöðin í klefanum hjá Derbymönnum. Þeir svona koma full værikærir inn í síðari hálfleikinn svona frá þeirri sjónarhóli séð. Whittaker til vinstri á Brown. Brown skiptir, þetta er kæruleysli sending frá honum. McDonald þarf að sækja hann tilbaka. Þetta er aftur slögg sending. Aron Snær, er hann að koma sér í skotfæri? Nei, ábæðilega gert hjá Kashin og Brynjar síðan í skotið en Kashin er að verða fyrir. Ólafur Karel finnur Gísla Laxdal. Gísli tekur hann með sér, reynir að fara í skotið en aftur er það Kashin sem er fyrir. Já. Og þá kemur Archibald Brown á flegiferð hérna upp vinstri kantinn. Tapar boltanum hérna augnablik. Ólafur Karel til varnar. Brown leggur hann út á Whittaker reynir að komast hérna fram hjá Benjamin. Það tekst ekki. Benjamin með hitch finnur slög sending frá honum. Nú er hann úr stöðu. Ólafur Karel reyndar fyllir í hana á meðan Ebosele nálgast teginn. Og er að koma sér hérna í skot með vinstri. Þarna vilja Derbymenn eitthvað meina að það hefði verið farið í Stretton. Já, en Stretton hefur ekki fengið blíða móttökur frá varnarmönnum í þessum leik. Hann er núna að fara að gráta af sér. Nei. Ég held að þetta væri svona komin einhver æsingur í hann á það. Það virtist vera, einhver glamp í augunum. Já. Benjamin lyftir honum langt yfir til vinstri. Fín sending. Eyþór reynir að taka hann með sér hérna og brýtur síðan af McDonald. Stúkan ekki sammála. Tímínútur liðnar af síðari hálfleik. Skagamenn hafa byrjað síðari hálfleikinn af bara nokkrum krafti. Já, þetta hafa greinilega líka breytt aðeins stíl. Aron er hérna einn fremstur og þeir eru svona þrír í 3 manna línu þar fyrir aftan. Það er ekki að ná upp sama dampi í Derbymenn og þau gerðu í sérstaklega fyrir hálfleiks. Það sem þeir stjórnuðu leiknum gjörsamlega. Thompson brotið á honum, Sigurður Hrannar pressaði hann hérna fullstíft að mati dómarans. Taka þetta stutt. Thompson inn á miðjuna á Whittaker. Hann skiptir yfir á Brown. Brown á Archibald Brown. Gísli vinnur boltan, gerir þetta vel. Brynjar Snær. Já, þeir eru ekki að fá sama frið á boltanum. Og Eyþór pressar hérna vel á McDonald og brýtur á honum. Hann ætlaði ekki að gefa þetta eftir. Nei, bara það. Svona á stærstum köflum að þegar við vorum að tala það hérna fyrir leikinn, það væri gaman að sjá hvernig íslenskur fótbolti svona miðað við þennan enska bolta. Svona á stórum köflum í þessum leik eru þessi lið bara
Já, nokkurn veginn á pari. Ef við tökum fyrstu 20 mínútunar ekki með. Já, Það sem algjörlega. þá hefur það verið, já, algjörlega. Frábær sending frá Brynjari Aron að sleppa hérna í gegn og það er Herðu brotið og honum mig. lítur að vera, eða hvað, nei, mér fannst ég heyra flaut þarna, en Já. Mingley virtist nú brjóta á honum þarna, Mikael síðan með slaka sendingu, þá kemur Sibley farið í hann hérna, Mikael gerir það og næri sér í gult spjald. Já, ég hef nú verið, já, við getum nú séð þetta aftur hérna, frábær sending frá Brynjari, gott hlaup hjá Aroni. En já, þetta er ekki öxl í öxl allavega. Nei, þetta er brot. Það er kannski bara verið fínt að fá aukaspyrnu þannig að Algjörlega. Aron hefði mátt bara liggja. Já, en það er spurning hvort að hann hefði fengið hana þá. Já, Af því að það í rauninni varð ekki mikill hagnaður úr þessu. Nei, En megum nú ekki verða alveg ofhlutræðir. Reynum að vera sanngjarnir í Nei, þessu. já. Mér fannst þetta vera brot líka. En Gísli skallar þetta frá, Sigurður Hrannar sækir hérna Kashin. Sendingin frá Jóni Gísla ekki góð. Kashin kemur þessu á Thompson. Hann á Whittaker, fær hann aftur. Náður að tengja saman Sibley í þessari hættulegu stöðu með sendingu ætlaða Stretton hann. en við erum hlutræðum við erum bara eins og þjóðviljum, við erum alltaf á borðum og hérna, Já. fólk veit alveg hvað við stöndum í þessu öllu saman. Já, algjörlega. Við erum hlutræðir en sanngjarnir. Já, Reynum það allavega. Frábælega gert hjá Thompson hérna, kemur á flegiferð en Mikael gerir þetta vel. Ólafur á Eyþór sem hann losar hann síðan í fyrsta beint á Kashin. Sibley gerir þetta vel. Upp til vinstri á Archibald Brown. Reynir að komast fram við Jóni Gísla. Jón lætur hann ekki plata sig. Tilbaka á Brown. Hann tilbaka á Kashin. Kashin skiptir yfir. Það er McDonald. Hann á Eboseli sem það hefur nú svona ekki, hann var eins og hann var, já, ég ætlaði nú kannski að bíða með að segja þetta, Brynjar með fína tæklingu þarna síðan. Hann hefur svona haldið sig heldur til hlés eftir frábæra byrjun. já, Eboseli skoraði markið Klálega. og svo hafa þeir einhvern veginn náða að halda honum betur niðri allavega. já. En hotspinna sem að Derby á. Það hefur verið ansi ljúft að setja þarna þegar okkur gekk sem best þarna upp að setja á leiks. Já, þetta skallafæri hjá Já. Sigurður Hrannar, ég sem að hann naga sig í handabökin. Það er svona hleypa Taka svona fyrstu. ekstra lífi í þetta. Eboseli lyftur þessu síðan inn á teginn og það er Brown með skallan en hann er vel framhjá. Hann er svona spjallari svolítið, dómarinn. Já, Þú veist, hann er svona bladrari. já, En svona, bara eins og við. já, Þannig að maður geti sagt að hann væri mannvinnur. hann er mannvinnur. Svona Óskar á Elskar aga. Hann er svolítið að reyna að Já. aga þessa stráka til. Brynjar, langan bolta yfir á Gísla, fín sending frá Brynjari, Gísli með fyrsta snertingin ekki alveg nógu góð hjá honum en hann vinnur boltan af Brown aftur, kemur honum fyrir á fjastöngina, þarna vantaði mann, þarna vantaði eina gula treyju á Já. fjastöngina. Þetta var ansi vel gert hjá Gísla að vinna boltan þarna aftur og ná þessari sendingu inn í en Mjög svo, þetta er, en þarna hefði, nei, já, þetta gerist hratt og erfitt að lesa þetta. átta sig. Það er rosalegt kæruleysi í vörninni einhvern veginn Já, finnst manni það er hjá eiginlega Derby svolítið núna. svoleiðis. Þennig er undir pressurinn að koma að þessu á Mingley. Síðan á Kashin. Thompson aftur á Kashin. Svona Brown vinna sig hérna upp vinstri kantinn. Eru búin að vera tölvöld á vinstri kantinum. Og Brown aftur á Sibley, hann er í hættulegri stöðu, leggur hann út í teginn, Benjamin gerir þetta vel, nær ekki að hreinsa þetta frá. Brown leggur hann út á McDonald, hann á Eboseli. Sem margir leikmenn Derby í sókn þessa stundina. Já, en Skagamenn vinna boltan hérna, Mikael, og það er innkast sem að Skagamenn eiga. En við sjáum það að í byrjun leiks að þá var fjall allt í að liði tilbaka, Aron Snær er bara látinn bíða frammi, upp á topp. Já. Þannig að það er ákveðin ætlun greinilega Skagamanna að
svona vera meira tilbúnir að sækja hratt. Jaka sér hérna upp vinstri kantinn að Mikael fær hann aftur frá Eyþóri, Eyþór fær hann síðan aftur. Eyþór horfir yfir á Ólaf. Ólafur á Jón Gísla. Jón Gísli með sendinguna inn að markinu en þetta er ekki nógu gott. Beint í fangið á Foster Þenninger. Sjáum að Aron er að reyna aðeins að slíta í sundur miðverðina hjá. Þeir voru mikið að ná að spila óáreittir sín á milli miðverðinir í fyrri hálfleiknum. Aron svona planta sér hérna á mitt á milli þeirra og það hefur aðeins riðlað leik derby. Boltinn upp í myrkrið og hann birtist aftur og Benjamin kemur þessu frá en ekki lengra en á Ebosele. Það er svo sem skynsamlega ákvörðun hjá þjálfurum Skagamanna að reyna aðeins að riðla spilinu hjá þeim og þeir hafa svo sem ekki alveg verið að breiðast rétt við því en verið með svona kæruleyslega sendingar í vörninni en hérna koma derbymenn Whittaker með frábæra sendingu en Brown rángstæður. Boltinn kominn í leik, Ólafur Karel langa skiptingu yfir á Aron berst hérna við McDonald og er dæmdur brotlegur. Þetta er Eyþór reyndar en Eyþór fyrirgefðu. Þetta þykir mér merkilegt. Þetta er svolítið Já, Brown Sibley sem er búinn að eiga skínandi fína leik hérna fyrir gestina. Hann reykir tilbaka, finnur Thompson skiptir yfir á McDonald. Hann á Ebosele á McDonald. Thompson ágætiskafli núna á derby. Ebosele er tvímenn á hann hérna út á kantinum. Það er reknir tilbaka. Kashin út á Brown. Kashin lyftir þessu fram á Stretton sem að nær að taka hann með sér á milli miðvarðanna og kemst í skotið en nær ekki að stýra hann á markið. Þetta var vel gert hjá Stretton hann. Já, hann fann hann að sjáum þessi snerting hann hjá honum. Öflugur framherji. Kemur sér hann algjörlega á milli Óskars og Benjamins en Óskar gerir nóg til þess að ýta honum úr stöðu. Óskar á Brynjar. Fær hann aftur. Mikael tilbaka. Óskar út til vinstri. Eyþór í baráttu við McDonald. Nei, þetta er Mikael. Mikael kominn hátt á völlinn núna. Kastar þessu inn á Eyþór, missir boltan. Sibley upp í hægra hornið. Ebosele kemur á mikill í ferð. Nálgast teginn. Leggur hann hérna á Sibley sem að fer í skotið að þessu sinni og Aron missir hann en Stretton nær ekki til boltans á undan honum. Sjáum þetta aftur hérna. Vel spilað og skotið hættulegt. Og Aron í vandræði með að grípa hann en þetta reddaðist. Jón Gísli lyftir þessu upp í hægra hornið. Aron Snær stingur sér fram fyrir Kassin, gerir þetta vel, reynir að finna Gísla. En Gísli var ekki komið nóg framalega þarna. Brown lyftir þessu síðan fram. En Ólafur Karel á Jón Gísla. Jón gerir þetta vel. Eitt sem við vorum svo sem ekki búin að tala um hérna fyrir leiknum að hvers í rauninni svona hvað maður segja sýningagluggi þetta er fyrir þessa íslensku stráka að spila svona leik. Brown í skotið en þessi, nú verður að segja nefna hérna eins og þessi
kemur bara upp úr kæruleysi í hafsendaparinu í Skaganum og þetta búið að gera svolítið í leiknum að menn séu með bæði kæruleysislega ykkur hlaup, reyna að bera boltan upp ekki góða sendingar sem eru að enda oft í þessu að þeir eru geta koma bara nokkuð hratt á okkur og það þarf að passa þetta. Já, Jón Gísli lyftir þessu inn á Aron kemst framhjá þarna gefur hann sér ekki nógu góðan tíma í skotið Aron Snær Ingarsson sem gerði allt annað mjög vel. Mjög vel en skotið alls ekki gott. Nær að koma sér hérna framhjá fyrirliðanum Mingli hérna að misreikna boltan og þetta dauða færi. Já. McDonald vissulega var að koma og loka á hann hérna. En Skagamenn alveg búin að fá færin til þess að skora í þessum leik. Það alveg klart mál. Og bara það hefði verið sanngjarnt að þeir væri búin að koma einu marki. Já. Mér fannst mjög áhugavert sem Elín Bergur Sveinsson sagði í viðtali við fótbolti.net í gær þennan síðari leik út í Tallinn að því að tölfræðin var þannig að þeir áttu einhver 30 og eitthvað marktilraunir og þar að 20 eitthvað á ramman. Hann sagði já, þetta ber svolítið vott hversu léleg nýtingin var hjá okkur. Þannig að samt skoruðu þeir 12 mörk sko. Já. Ekki að menn væri eitthvað ósáttir við það þannig sé. En mér finnst það mjög áhugaverð nálgun. Svona það er kannski liður í því að halda mönnum aðeins niður á jörðinni. Hérna kemur sending upp í vinstra hornið á Mikael síðan reynir fyrir gjöfina og Aron í baráttunni, Brán reynsa frá. Ólaf Karelsen tekur hann á kassan, missir hann frá sér. Þá koma Darbymenn 3 á 4, Whittaker nálgast vítategin, Óskar hörfar frá honum, frábær snerting hann, leggur hann út í tegin en þeir ná ekki að gera sér matur þessi 13 ætla að taka hann með hælnum. Kemur síðan langur bolti upp í hægra hornið, vel lesið hjá Kashin. Annars var Gísli Laxdal hann á Auðunsjó. Kemur sending upp í vinstra hornið, Sibli kemst þarna óreittur á bakvið, leggur hann út í teginn og þar er þetta Whittaker sem var leitar að skotinu, nær skotinu og það er í Benjamin Neitz. Já, það var sannir snúningur á honum, hann fór ekki langt fram hjá stönginni en sjáum þetta aftur hérna. Fínt skot en boltinn er bara rétt fram hjá stönginni. Skall hurð nærri hælum. Staðan ennþá 2-0 þegar rétt rúmar 20 mínútur eru eftir að leiknum. Og dómarinn byrjar að ýta eftir derbymönnum. Það kemur spyrna frá Sibli, þetta er inn á nærstöngina núna. Skalla frá, beint á Whittaker sem fer í skotið en Aron ekki í vandræðum. Whittaker er svolítið að fá boltana þarna í hornunum og geta bara stilt sig í ágætis skot. Já, Jón Gísli upp í hægra hornið á Aron Snæ en McDonald kominn hérna yfir til vinstri. Já, hann er að svona gera vörn derbymanna svona svolítið erfitt fyrir Aron eftir hann kom hann hefur verið mjög líflegur. Brynjar kemur og sækir hann úr innkastinu. Já, teima Stretton aðeins aftar á völlin. Óskar, þetta var skemmtilega gert hjá honum. Finnur Mikael snýr tilbaka á Óskar. Benjamin horfir yfir til vinstri en þessi bolti er ekki nógu langt yfir til vinstri. Ætlaði sér að finna Eyþór þarna út á vinstri kantinum. Þannig svo sem taktík sem við hefum nú séð, sóknartaktík sem við hefum mikið séð hjá Kára. Gerðum það sérstaklega kannski á tímabili 2018 þar sem þeir voru að taka þessa löngu skábolta yfir í hornið með góða spyrnumenn. Þá er það mjög sterkt vopn. Skagamenn kunnust nú alveg við þetta með Ármann átti það til að taka eitt svona bolta stöku sinnum. Brán, nú liggur þeim svo sem ekkert á. Finnur Tómsson fær hann aftur, skiptir í fyrsta yfir á McDonald. Reyna að hreyfa Skagavörðina hratt. Whittaker nálgast teginn en Skagamenn eru margir í kringum hann þarna. Mikael síðan með langan bolta í áttina Aroni.
Aron nær að komast í boltan, kemur honum á Eyþór, nú eru þið Skagamenn hérna 4 á móti 3 og ekki vel gert hjá Eyþóri. Gísli hafi verið besti kosturinn. Algjörlega, Gísli Laxdal hérna var með nóg pláss úti hægra megin. Þessar sendingar beint í gegn eru allt og erfiðar. Já, þetta... Ná bara valinn vitlaus möguleiki. Já, í mjög góðri stöðu. Slög sending frá Kashin, Sigurður Hrannar. Finnur Eyþór á Gísla, fullt af, það eru 4 gulir í teiknum og boltinn og mark! Og hver er það sem skoraði? Það er Aron Snær Ingason sem að minka muninn fyrir Skagamenn 2-1. Þetta er ekkert minni Skagamenn eiga skilið. Nei, það er alveg hárrétt átt, þetta mark skilu og frábær innkoma hjá Aroni inn í hennar leik, búinn að vera mjög líflegur eins og við tölum rétt á hann og þetta er algjörlega eins og fyrsta markið á derby lá í loftinu, þá varst mér þetta mark svo sem alveg liggja í loftinu. Sendingin frá Gísla alveg frábær. Kæruleysi í vörn derby sem er held ég upp að þessari sók og þeir eru búin að, ég veit ekki, þeir eru komnir 5-6 boltar í seinni hálfleik þess að þeir hafa verið að spila sig í vörninni og mist boltan bara á mjög klaufulegan hátt til Skagamanna og vonandi gera það allavega einu sinni í viðbót. Já, en þetta var akkurat það sem að Skagamenn í stúkunni þurftu. Við heyrum að það lifnar vel yfir þeim og eflaust heim í stofu líka. Derbymenn bara svolítið slegnir út af laginu hérna. Já, en þá er bara að fylgja þessu eftir. Whittaker alltaf hættulegur, Mikael gerir vel hérna. Nú er þeir komnir með blóð og tennurnar, það er spurning hvað það gerir fyrir Skagamenn. Já, þetta eru tíðindi, ég að segja. Þetta er bara, eins og ég segja, en bara mið eftir þetta fyrsta korter 20 mínútur, þá er bara búið að vera ákveðið jafnræði með liðum. Þannig að þetta er algjörlega sanngjarnt að Skagamenn skori hérna, en frábærlega gert hjá Archibald Brown. Stendur á sér hérna eina tæklingu, en svo fellur hann við. Er þetta það ekki? Eyþór reynir að lyfta þessu inn fyrir á Sigurður Hrannar. Þetta er skallað frá Ólafur Karel, reynir skiptinguna yfir til vinstri. Aron í baráttu við McDonald, fellur við, ekkert dæmt og varamannabekkur Skagamanna ekki par hrifinn. Ebosele kemst hérna fram hjá Mikael, en hann kemst ekki fram hjá Ólafi Karel. Það er rosalega þegar hann kemst á ferðina. Já, og hann brýtur síðan hérna á Ólafi. Herði, það er smá hitti. Já, hvað er að gerast þarna? Ebosele í einhverjum útistöðum við Ólaf Karel. Hann kallar hann til sín. Smá hvað... Er þetta eitthvað svona gult á báða dæmi eða ég veit ekki alveg. Ég veit hvort að guldin er farin í þrífótinn eitthvað hjá okkur hérna, smá hreyfing á kamerunni, en báðir fá guld. Salomons dómur, ég veit ekki hvað gerðist þarna. Það er spurning bara hvort að myndatökum var þessu lífi eftir hann í þessum kulda. Já, vonum það. En já, þetta virðist vera komið á eðlilegt skrið. Óskar á Benjamin, hann er aftur. Óskar horfir fram, Sigurður Hrannar var í hlaupinu, Aron Snær líka. Sigurður var rangstæður, Aron Snær fær hérna boltan, leggur hann út til vinstri. Þar er Eyþór komin inn á vítateiginn, Eyþór með boltan fyrir á fjærstöngina. Gísli Laxdal er að koma honum aftur fyrir en beint í fangið á Þenniger. Ágætis, en þarna lendir heldur sín Gísli á, nei, þess að hann lendi á malbygginu hérna. En Skagamenn er ekkert hættir hér. Nei, heldur betur ekki. Whittaker undir pressu frá Brynjari Snæ sem að næra ánum boltanum. Brynjar að vanda öflugur á miðunni. Benjamin finnur Gísla, Gísli nær að snúa Brown sem að brýtur á honum. Það er þetta komið derbytengingu við Fossvogin líka. Já, það er svo leiðis. Já, og hérna Richard Kíó, sem lendi aldeilis í brasi á dögunum, var rekinn frá félaginu. Já,
Hér kemur spyrnan, Brynjar Snær með boltan inn á fjarstöngina. McDonald skallar þetta en Eyþór brýtur á honum. Ég held að þetta hafi verið rétt. Írski landsliðsmaðurinn og hann var hérna 2004 kom að láni og hver fékk hann hingað? Sigurður Jónsson. Sjástu tenginguna? Derby, Fossvogur, Akranes. Já. Hvað gefur mig fyrir þetta? Þú fær bara mörg prigg, Björn. Hérna, já, hann lendi helvitis brasi á dögunum. Já, við vorum að fá skilaboð það að þrífóturinn reynilega bara frosið fastur. Þannig að okkar myndatökumaður Snorri Kristjánsson gerir sitt besta úr stöðunni og græjurnar svo sem ekki vanar kuldanum. Síðast þegar við sendum út þá var skein sól í heiði á Akranesi en Eboseli gerir þetta virkilega vel hérna, finnur Sibley, Benjamin pressar á hann, klemmir hann en Sibley nær að halda boltanum, kemur honum á Brown reynir að komast fram í Jóni Gísla, tekst ekki, Jón Gísli gerir þetta vel. Jón Gísli ber síðan boltan hérna upp, reynir sendingun í gegn en Minkley les þetta, kemur honum á Veitager lítur upp og sér Sibley hérna, lausan úti vinstra megin. Þetta er hættulegt. Fyrir skotið en Aron ver þetta vel. Þarna muna ekki. Sibley er búinn að vera svona, já, hann er búinn að bestu leikmaður Derby og ansi hættulegur alltaf að fæ boltan. Já, sjáum þetta hérna, hann er líka opbóðslega lunginn að finna sér svæði. Skotið með hægri beint á Aron, þannig að Aron náði að berga þessu. Sibley lyftir þessu inn á teiginn og þessi bolti er laus í teignum en Aron ver hérna, þetta bakvæðspyrna frá Stretton sýndist mér. Og Skagamenn ná að bæja hættunni frá. McDonald missir boltan frá sér hérna. Nú er eitthvað farið að fljúga tæklingar hérna. Það er bara skemmtilegt. Mikael lítur upp, reynir skiptinguna yfir Kassin, skallar þetta beint á Vittager sem að fleytir honum á Sibley á Brown. Brown fer inn á teiginn. Jón Gísli til varna, boltinn fyrir beint í fangið á Aroni. Það er að lifna yfir þessu. Sjáum kannski aftur þessa hotspyrnu hérna. Frábærlega var hjá Aroni þarna stuttu færi. Þannig að það var brotið á Brynjari. Brynjar að fá hérna krampa hérna. Þau vilja fá skiptingu. Það er Elís Dóri Gylfason sem er að koma inn á fyrir Skagamenn. Kemur inn á fyrir Eyþór. Völler. Elís Dóri fer beint út á vinstri kantinn. En Brynjar heldur áfram. Já. Hann er staðinn upp og orðið góður. Grjótharður. Já. Og já, við biðjumst velvirðingar á vandamálum okkar með myndavélina en þetta er bara aðstæðurnar sem að stríða okkur hérna. Svona þegar við verðum að spila í nóvember. Já. Þetta er hættulegt. Já, Benjamin klórar krafsar þetta sendingin inn fyrir en það er rangstaða á Stretton. Já. Benjamin gerði nú nóg þarna til þess að trufla Sibley. Nú var nú heppinn að taka hann ekki niður þarna í rauninni. Og það er Óskar sem kemur boltanum hérna. Og Aron inn á miðuna á Ólaf Karel. Setur hann hérna út á Gísla sem kemur boltanum fyrir en
Það er Delbjörn sem komast í þetta og það er hornspyrna, ágætlega gert hjá Gísla þarna. Það er Brynjar sem tekur hana, það á að vera með Gísla inn í teig, en hann er reyndar ekki inn í teig. Brynjar með sendinguna fyrir, barátta í teignum, þeir ná að bæja þessu frá. Hver á þetta? Það er góð spurning, hann lætur boltan fara allavega og það er markspyrna. Já, 8 mínútur eftir. Kemur spyrnan, hún er löng, Brán vinnur skallægin við gegn Ólafur Karel. Ólafur komið með krampa líka, þetta hefur tekið á Skagamenn, Jón Gísli á Sigurður læðir honum hérna á Brynjar Snæ, Brynjar út til vinstri á Elís Dóra, tilbaka á Mikael, Elís fær hann aftur, tilbaka á Óskar á Mikael og hann á Benjamin. Já, ágætlega spilað. Sigurður sækir boltan, leggur hann út til hægri á Gísla. Gísli á Jón Gísla. Hann hótar fyrir gjöfinni, hættir við, kemur með hann fyrir og þetta er skalla frá af Kassin. Það var ekki þægilegt, fórt í andliti á Brynjari. Brynjari sýnist mér, hann stendur. Gísli, Lagstall gert hjá Gísla. Búinn að vera sprækur hérna í þessum leik og vinnur hornspyrnu. Skagamenn að pressa núna. Kannadómarinn með Brynjar. Það fekk hann boltan í höfuðið og það er tekið alvarlega núna. Já, og þá er Jordan Brown lagstur í völlinn. Þetta geti stemt í æsilegar loka mínútur. Já, mark hérna frá Skagamennum mundi hleypa þessu algjörlega upp í algjört rugl sko og Ísak bara kominn á dúhoppa að leita sér að flugi og en við vonum það allavega að það væri mjög gaman ef við getum sendt okkar fulltrúa til Englands. Já og hérna við vitum að það verður einn stundismadur á leiknum. Það er nokkuð ljóst. Já, það er hann Skagamenn UK. Já. Michael. Já. Held ég, það sé. Hann ætlar að vera úti á leiknum og hann lætur vel í sig heyra, ég trúi ekki öðru. Já, það er myndatökumaðurinn að reyna að nota dauðan tíma til þess að finna út úr þessum vandræðum okkar. Brynjar tekur þetta stutt núna, Jón Gísli síðan með hann fyrir og en beint í fangið á Foster Þenniger. Menn að undirbúa tvöfaldaskiptingu sýnist mér. Hvað er í gangi? Og gult spjald á Brán sem að fekk ekki leyfi til að fara inn á. Býtu við. Og það rautti ekki, eða hvernig var það? Var hann ekki komið gult? Nei, ég er rugla. Hann var ekki komið, mér fannst þess að hann væri komið gult. Næja, var hann ekki komið? Nei, sennilega ekki. Býtu og já, nei, það er bara hann leysir þetta og þá er skipting hjá, það er Ingi Þór. Þú kemst ekkert upp með svona hjá sviðsleiting, sko. Nei. Hann þekktir hann er ekki hlutlaus þáttakandi í þessum leik, það er nokkuð ljóst. Og hérna, það er alltaf þríriti í sviðs eins og fólk veit. Ingi Þór Sigurðsson. Þannig að það eru miklu prinsip menn. Er tilbúin að koma inn á, en hvaða reikistefna er í gangi núna? Þetta er ekki skemmtilegt, sko. Ætlar hann ekki að leyfa skiptinguna? Jú, hann leyfir hana. En hvað erum að vera samt í núna? Ég er ekki alveg klár á því. Þetta er ekki búið að gefa þetta gula spjald þegar ég geta haldið áfram með það. Já, Ólafur Karel búinn að ljúka leik. Fínn leikur hjá Ólafi í þessum leik, Ingi Þór Sigurðsson og það er ópen aukaspyrna. Ópen aukaspyrna, það er rétt. En hvað er ákveðið hvar hún á að vera? Það er góð spurning. Það er sennilega þar sem boltinn var þegar hann kom inn á. Já,
Þetta er áhugaverð. Þetta er listilega list, finnst mér. Já, og þetta eru menn sem að... Ánæmisvislendingin þarna. Þetta eru menn sem þekkja reglurnar. Já, nákvæmlega. Út og inn. Hann er ekki búinn að lesa dómarahandbókina einu sinni. Nei. Hann er með hann á hljóðbók og sofna við hann á kvöldi. Já. Það er nokkuð ljóst. En þetta er aukaspyrna á ansi góðum stað. Það er spurning hvort að Jón Gísli ætla sér að renna honum hérna á Brynjar og hann fari í skotið. Gæti trúa því. Það verður áhugavert hvað er alltaf að reyna. Gaman að sjá hann renna honum aðeins lengt. Nei, dómarinn er fyrir Brynjar. Fer í skotið en hittir hann ekki nógu vel. Fer í Ebosele og aftur fyrir og hotspyrna. Það er Gísli Laxdal sem að tekur spyrnuna þarna megin frá. Allir inn. Skagamenn ætla sér að sækja annað mark hérna. Það er hugur í mönnum hérna, þjálfurum. Það er verið að útskýra regluna fyrir þjálfararteymið Derby. Snýr þetta inn að markinu, þetta er skallað út í teginn. Jón Gísli nær skotinu en það er hreinsað frá. Jordan Brown var þarna vel staðsettur. Sigurður Hrannar býður sig í hornið, fær hann ekki. Brynjar fær hann hérna, Jón Gísli gerir þetta frábærlega hérna framhjá Whittaker. Óskar yfir á Mikael lítur upp, lyftir honum fram á við, beint á Jordan Brown sem að skallar hann beint á Inga. Ingi finnur Brynjar er þarna með Elís Dóra með sér sem og Aron Snæ. Leggur hann tilbaka á Inga, Ingi nær að gera þetta vel, nær að spóla sig hérna í áttina að markinu og nær skotinu en það er framhjá. Það var líka alveg þannig laflaust og það hefði ekki valdi miklu vesenni ef það farið á marki. Nei, hann gerði nú vel hérna, vel pressu í bakið. Algjörlega. 2 mínútur tæpar eftir að venjulegum leiktíma. Engar skiptingar ennþá komnar hjá gestunum. Er það einhverju vísbendingur að þeir eru ekkert alveg í rónni? Það hlýtur að vera. Sigurinn er að fleita þessu áfram en Kassin kemur þessu fram beint á Benjamin sem að hreinsar hann beint á. Frábær tækling hjá Benjamin hérna. Hann var svona einskot og hún hefnaðist þessi. Já, algjörlega. En hann fann fyrir þessu, hann er komið með krampa líka. Stretton vinnur boltan af Jóni Gísla, nálgast vítateginn, fer í skotið og það er í stöngina af varnarmanni og í stöngina. Ebosele tekur frákastið, leggur hann á Whittaker snær að snúa með mann í sér umkringdur og þeir eru reknir tilbaka. Kerfisleg sending hérna hjá McDonald. Sigurður Hrannar vann boltan en finnur ekki samherja eða hvað. 1 mínúta eftir að venjulegum leiktíma. En þetta var á, eins og þú sagðir, eins gott að Benjamin náði boltanum með þessari tæklingu þarna. Já, hann var hraustleg en hefnaðist. Já, og innkast. Skagamenn eru búin að gefa allt í þennan leik. Já. Og í rauninni halda þessu galopinni þessari viðureign fyrir síðari leikinn. Það sem að bjóst ekki við eftir fyrsta korteri 20 mínúturna sem derbymenn áttu leikinn en eins og þessi síðari hálfleikur Skagamenn hafa bara verið betri aðalinn, það er bara þannig. Já, Ebosele rekinn tilbaka og brotið á honum. Sigurður Hrannar dæmdur brotlegur og Ebosele fann fyrir þessu. Það verður einhverju bætt við, bara 3 mínútum. Okay. Það er svo sem ekki búið að vera neina skiptingar þannig. Nei, 3 skiptingar hjá Skagamönnum en varamenn Derby sitja sem fastast. Ebosele þarf að fá aðhlynningu. En þeir eru nú að gera sér tilbúna hérna. Leikmaður númer 14, Osasi Agatiste, er bara tilbúin að koma inn á ef að skiptispjaldið er klárt. Já, ég er nú sammála Elínbergi þarna. Já, ég er að hugsa þetta líka. Það eru skiptingar og... Það er búið að liggja svolítið mjög mikið menn meiddir í þrígang. Þannig að ég hef alveg búist í 4. Já, það skiptir ekki í höfumáli. Ebosele skipt út af, hann fer stystu leið og inn á kemur Agatiste nummer 14. Og aukaspyrna sem að Whittaker tekur, snýr þessu inn á fjarstöngina af Brown, vinnur skallan. Finnur Brown, Jón Gísli liggur eftir og
þá leikurinn stöðvaður. Það verður því miður engin viðtöl í beinni hérna strax eftir leik. Spurning hvort að við og valla upptekin heldur. Við þurfum að skila af okkur upptöku að þessum leik strax mögulega getum við nú. Nei, ég efast það. Ég ætla ekki að lofa neinu. En leikurinn kominn í gang aftur. Aron Kassin sterkur hérna, skallar þessu á Whittaker. Ingi kemur þessu á Gísla. Gísli Laxdal búinn að vera mjög sprækur hérna í þessum leik. Sérstaklega í seinni. 1 mínúta eftir af uppgefnum uppbótartíma. Sibli tekur hann niður, setur hann inn fyrir Benjamin, á undan Stretton, tilbaka á Aron sem að losar þetta fram, beint á Thompson. Hann finnur síðan Whittaker en Ingi. Nú svona kappið orðið meira heldur en forsjáin í sóknaraðgerðum Skagamanna. Jón Gísli reynir að finna Brynjar Snæ, gengur ekki. Brynjar Snær hins vegar vinnur boltann aftur af Whittaker. Sigurður Hrannar út til hægri á Gísla. Þetta er sennilega síðasta tækifæri Skagamanna núna. Gísli leitar að fyrirgjöfinni, finnur hana! Þinniger slær hann aftur fyrir eða hvað? Eða í hotfánan, nei þetta er aftur fyrir og hotspinna hérna í lok uppbótartímans. Já, það er allavega, það var eftir að setja spjaldið upp þá leið mínúta og síðan hérna lá Jón Gísli, þannig að við vorum búist við að þetta fara allt upp í 95. Já. Allir derbymenn komnir inn á eigin vítateig að verjast. Gísli kemur með hotspinnuna, hún er skölluð frá af Kassin og aftur. Og þeir ná sennilega að bæja þessu frá eða hvað. Jón Gísli, grimmur. Engin aukaspyrna dæmd. Brynjar vinnur boltan, kemur hann með Aron Snæ. Thompson vinnur hann aftur. Thompson og hann pressan frábær hjá Aroni. Aron er búinn að vera virkilega sprækur eftir að koma inn á hérna. Núna fyrir þetta nú reyndar að klárast. Já, nokkuð ljóst. Uppbótartíminn búinn að vera svolítið rólegur á svona mikið legið. Brown skallar þetta áfram, Jón Gísli skallar hann tilbaka, aftur á Brown. Stretton nær ekki boltanum hér. Ingi brotið á honum. Og hvað er í gangi hérna? Ég veit ekki alveg. Já. Og flautað af hér. Það er 1 mínútu bættu uppbótartíman og Skagamenn allt annað en sáttir þjálfararnir, en verðum við ekki að segja að þetta er bara frábær skemmtun lokið hérna. 2-1 sigur derby gegn IA hér á Víkingsvellinum. Bara Skagamenn geta borið höfuðið bara mjög hátt eftir þennan leik. Myndirðu ekki segja það, Björn? Alveg klárt mál. Hluti fyrir hálfleiks eign derbymanna, annars voru sérstaklega seinni hálfleikur bara Skagamenn öflugri aðilinn og hérna 2-1 svo sem bara eðlileg úrslit úr þessum leik. Já. Þannig að ég hefði samt viljað sjá 2-2. Mér hefði þótt að. Já, algjörlega. Ég meina eins og segir, þetta bara fyrsta korter bara kostaði svolítið mikið. Þetta mark og svo annað markið, við skulum kannski bara fá að sjá mörkin snöggvast. Ef við bara byrjum á fyrsta markinu sem var vissulega verðskuldað. Sibli kemst hérna upp að endamörkum, leggur hann út í teginn og Eboseli þarf ekki að hafa neitt fyrir því að setja boltan í netið. En Skagamenn voru að unnu sinni í leikin, en engu að síður þá náðu derbymenn þessari einföldu en áhrifaríku sókn. Langur bolti fram. Stretton leggur hann tilbaka á Sibli sem virðist vera algjör snillingur í að finna sér staði og sendingin hérna frá honum inn fyrir á Stretton. Þeir gera þetta virkilega vel. En það var síðan Aron Snær Ingason sem að minnkaði muninn eftir góða pressu og góðan kafla eins og í rauninni seinni hálfleikurinn var. Lúrir hérna á fjærstönginni, en lengra komust Skagamenn ekki. Og Skagamenn áttu reyndar að fá víti í seinni hálfleik. Það var spurning um víti í fyrri hálfleik, en ég held að það hafi verið nokkuð augljóst víti. Ég veit ekki hvort við erum með það. Kannski fáum að sjá það að Skagamenn vildu fá hendi hérna á Íran Kassin. Og þetta er held ég eins bollegjandi og að verður. En engu að síður ekkert víti dæmt og
2-1, loka niðurstaðan, sjáum kannski að leyfum þessum myndum aðeins að lifa en Og draumurinn ekki úti. draumurinn er ekki úti. Það eru 3 vikur í seinni leikinn sem verður á Pride Park. Það er ekki leiðilegt að spila þar. Nei, en er þessi reynsla sem er að fara í bankan hjá Skagastrákunum að aukast en hvenær við verðum næst í loftinu er engin leið að segja í augnablikinu. Mögulega ekki fyrir ná 9 ári en þangað til ætla ég nú að biðja ykkur að muna ýmislegt en áður ætla ég að þakka þér Björn Þór kærlega fyrir samveruna hérna. Sömuleiðis. Ingimar Elvar Ágústsson stjórnaði útsendingunni, þakka honum kærlega fyrir Snorri Kristleifsson sem að barðist við náttúruöflin hérna á myndavélinni, þakka honum kærlega fyrir og núna ætla ég að minna ykkur á það fyrir hönd okkar á IA TV að við eigum bara eitt líf. Takk kærlega fyrir að fylgjast með okkur í kvöld.